Rymur. Já. Preparing, byrju, okkur ekki að komast inn? Þetta aðeins? Lobby ekki svíþið. Það kemur eitthvað preparing, ok, ég er komin inn. Ég er komin í viewer mode. Þú ert þannig líka. Hérna. Ok. Display, all. Camera standard, eða variable. Variable eða? Var ég búinn að þig? Já, þetta líka. Ok. Er Jónægir bara út í sandi hjá þér líka? Já, það var ekkur út í sandinu, já. Sjá. Það ég bara spáði hvort sem eitthvað glitsingangi hérna hjá mér. Já, Jón situr hérna, hann getur vel verið að hann sé samt bara að sitja hana, ég veit það ekki. Já, það getur ekki bara alveg skal fara klóstið eða eitthvað. 8:17. Ekki hraður æfingarhringur. Gunni setti 8:10 í gær. Jú, það er eitthvað í gangi. Kári keyrir bara. Nei, núna fyrir Jón Ægir af stað. Kári. Já. Og Hann hefur bara verið eitthvað bora neða á sér. Honda S2000, hver er það aftur? Hann svo ekki. Það er Dimmi. Ha? Það er Dimmi, já, Það er Dimmi, Dimmi. já, ég myndi Dimma, ég glimti notendurnafn hans. Hansó heitir Hansó Já, bara. já, ég veit það. Hann kallaði sig Honda, það er flott. Þetta er hérna heldur þægilegt. Hvað segirðu? Já, við skal tjekka í. Tier 1 keppnin. Það er ekki komin eitt live núna. Ég er á YouTube. Jú, byrju tier 1. Nei. Live, jú, ok, lýsing, keppnin er sögð vera Kyoto. En, maður sjá, þetta er live. Jú, þetta er live. Það er bara röng lýsing á, þetta er komið. Þetta er á YouTube núna live. Okay. Þú verður bara að tellja mig niður ef ég kom inn. Ég þegi bara að kynna mig. Við erum komin í live. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Kæri hálsar, það við erum búin að vera eiga við töluverð tæknilega örðuleika hérna að koma þessar útsettingu í gagnið. Og við erum sérst mættir þá hérna á brautina. Við erum á æfingafasa og með mér að lýsa hérna í kvöld er að sjálfsögðu Yngvi Þór frá Akureyri. Ingi Þór, segi ég. Hvað er þetta? Það er hérna, maður er hlaupandi hérna að tengja einhverja snúrur. Það er líka að tengja heila snúrunar. Vissulega, en verið velkomin á Nordschleife eða Norðurslaufuna. Þetta er eins svaðalegasta kappakstursbraut sem að nokkuð tímann hefur gerð. Það eru 100 ár sem þessi braut var basically gerð og margir frægir keyrt hérna og þetta verður eitthvað svakalegt að gerast þér í kvöld því að við erum að tala um rosalega ring sem er 8,5 mínútur eða þú veist 8:20 og þeir þurfa að keyra þetta í 2 tíma. En já, það verður mikið að gerast þarna á þessari braut, hún er mjög sérstök. Þetta er mjög erfið braut, þetta er líka mjög fræg, hann letti nú í slysi hérna, þjóðurinn hérna, kveiknaði í honum, hann hérna, Niki Lauda. Niki Lauda, það var reyndar á Spa sem að kveiknaði í honum, en þetta er brautin sem að réði úrslitum þegar James Hunt var heimsmeistari því að það rigndi á hringnum og Niki Lauda neitaði að keppa en þau kepptu og þannig tappaði hann titilinn. En það var á Spa sem hann brendi sig. Já. Já, kallið minn, það er auðvitað ruglið svo saman af því að þetta svona hangið saman, þú veist, í minningunni, þetta tengist bæði slysinu og því tímabili, en þetta voru 2 brautir sem komu sem að urðu Niki að fallið þetta árið, en hann var alltaf langt bestur og rosalegur ökumaður og mæli með myndinni Rush sem að fjallaði mitt Niki Lauda og þegar þetta er að gerast. Mæli með þeirri mynd, ef þið menn hafa ekki séð hana, það er alveg velis verið að æða tíma sínum að horfa á þá mynd. En nú sjáum við að Guffi er búin að henda í, þetta voru bara stillingabreitingar.
Og Það nú var að byrjar breyta fjörið. Við laga erum bara búin að stillingarnar, vera það er allir að laga frí-tauða eitthvað. hérna í free practice. Það er allir að laga eitthvað hérna núna. Það eru nýjir lýsendur og ný húsakynni. Já, Þetta tekst alltaf á endanum, held ég. hann, okkar vannari lýsandi, Daniel, hann er hérna á ferðalagi að skoða BMF-a allan heiminn og hérna, þannig að við erum að nota nýtt setup í kvöld og bara fyrirgefið okkur alla tæknilega örðuleika ef þeir verða einhverjir, en þetta er komið í gang, tímataka er hafinn. En þú veist, það er alveg góðar 8 mínútur ef við fáum að sjá tíma því að einn hringur, eins og ég sagði, hann er í góðan ökumann í kringum 8:15. Já, þannig að það má kannski renna yfir það að það vantar nú einhverja keppendurinn hjá okkur í kvöld. Hún Eva María, hún er forfölluð og Gunnlaugur Gingstar verður ekki með í kvöld. Jón Valdimars verður heldur ekki með í kvöld, sem kallar sig GT Iceman. En við erum með góða menn til að leysa það af. Við erum með hann Dimma, sem kallar sig Honda S2000. Þessu góður ökumæður, hann er að leysa af fyrir, látum við sjá. Evu í Supernova. Já, hann leysir að sjálfsögðu, Evu af, sjálfsögðu. Og svo er það hann Ívar Valdimars. Hann leysir af Jón Valdimars, getur það verið, þegar ég var rétt með þetta. Já, Ívar Eyþórs sem að leysir Jón Valdimars af. Ívar Eyþórs. Og það er í Bíkó Racing. Þeir eru í Bíkó Racing, já. Svo erum við einn heiðursgest. Svo erum við heiðursgest líka, það er hann Ingvar. Eða Olsen Lokan. Við tölum nafnið á skjánum, en það er hann Ingvar. Hann hefur keppt áður í GTS-i og er mjög góður ökumaður og það verður gaman að sjá hvað hann gerir hér í kvöld. Kemur inn sem heiðursgestur og mun ekki fá stig fyrir þátttökuna, þannig að hann hefur engin áhrif á lokakeppnina og niðurstöðuna. En það verður gaman að sjá hvað hann gerir. Hann er ekki búinn að keppa lengi með okkur og mættur hér á Audi. Já, Audi, það er nú áhugavert. Við höfum ekki svo mikið Audi í Vorsprung Deutsch Technik, eða ekki eitthvað svoleiðis. Það er fallegt að horfa á bílinn hans Hannesar, hann er búinn að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn og ber gilda áferð mjög viðeigandi. Hann er búinn að eiga rosalegt season fyrir Supernova og Supernova er bæði búinn að tryggja sér Íslandsmeistaratitil ökumanns og í riðakeppni. Algjörlega búinn að eiga þessa keppni í ár. Verður bara að segja þessu verð. Og Dimmi, hann var Íslandsmeistari í T2 á hausttímabilinu í fyrra. Átti rosalegt tímabil þar fyrir Supernova sem var unni bæði liðakeppni og ökumanstitil þar. Og hann tók sér frí núna á þessu tímabili. Hann er búinn að vera að dabla aðeins í T3, tók eina keppni í T2 og nú þarf hann að prófa að keyra sem varamaður fyrir Evu í kvöld hér á Norðurslöfinni. Hann fekk fína æfingu í gær, það var heldur betur hasar í gær. Og dramatíst fyrir okkur báða. Þetta var ekki alveg minn dagur, stríðið var að stýra mér og algjör stjórnleysi í gangi og veist hvernig það endar. Já, það má nú ekki við í á þessari braut, það þarf að hafa allt í lagi og kveikt á öllu perum og allir rangar úti, sko, það má ekkert út að bera á þessari braut, það er maður fljótur að fara út af þó að allt virki, sko, þannig að það er ekki öfundsvert að hafa verið að eiga við tæknina í gær. Þessi braut er svona eins og að taka kafla úr íslenskum þjóðveg og þú veist, það var fullt af skógi í kringu það og keyra það á 200-300. Þú veist, þetta er mjög hæðótt og hólótt, þetta eru mjóir vegir, fullt af blindhæðum og hinn og þessu. Þessi braut, þú veist, hún er alveg rosaleg og náttúrulega ástæða fyrir að það kepp ekki lengur í formúlunni, þannig að þetta er ekki grín og þú veist, hún er mjó, þannig að hún myndi sannlega aldrei vera samþykkt ef hún væri gerð ný í dag. En þetta er alltaf hefð og þetta er alltaf frægasta braut í heiminum, Nordschleife, og var það ekki Jackie Stewart sem gaf henni nafnið The Green Hell? Já, nú veit ég ekki. Mjög viðeigandi. Já, ég tek undir það er viðeigandi. Þetta er ekki alveg rosalt eiga við þetta. Þetta er ekkert Green Hell. Nei, hún er rosalega skemmtileg og þegar maður er búinn að læra þessa braut og þekkir orðið hver einustu beygju og hver einasta bremsupunkt og er farin að geta flætt í henni á alveg svona þæmilegum tímum, þá er engin braut skemmtilegri. Þetta er unnur.
Þetta bara eins og að taka hvalfferðin bara open pass á besta bíl í heimi. Þetta geði ekki. Ég aðeins að renna henni gegnum keppenduna. Það ennþá allir bara á útring, þannig að það lítið að frétta öðru. Menn vantilega að keyra bara nokkuð vallega og reyna að spara dekkin á medium-dekkjunum. Það alveg smá spölur ennþá í að séu komin. Hvernig þetta horfa á bæði vegi? Ég núna á Kára, ég rúla, sem í 7. sæti á brautinni, eða 7. á brautinni skulle segja, og ég að rúla bara upp og niður og gefa öllum tíma í mynd og leyfa lifrjunum að njóta sín. Þetta síðasti séns að leyfa sponsorunum okkar að fá skjátíma. Það bara að reyna að deila tímanum hérna jafnt á milli manna núna í róliheitunum. Það verður nóga róliheitum, við verðum eftir að sitja á tjata hátt í 3 tíma, þannig að ég vona að menn fá ekki leiða okkur alveg strax. Já, við þakkum sponsorunum fyrir þetta tímabil allt og bara það samstarf sem í gangi, og það Tasty og það Nokko og það skal ég segja ykkur, GT Akademían, eða ekki? GT Akademían, Auto Center og Mitt Stöf. Og Mitt Stöf í boði þíns. Já, það má kannski segja það. Þetta ég að horfa á Kára, hann nú fráfarandi Íslandsmeistari, hann nú eiginlega búinn að tapa nú titlinum, það útsýn með þetta. Það bara þannig, en þú veist, hann aðeins klóraði tilbaka. Var verjandi þetta árið, en þetta runnið úr hans greipum og hérna. Hann hefur klórað tilbaka svona seinni part tímabilsins. Já, en það var alltaf urðu mikla breytingar á keppnisfyrirkomulagi í fyrsta sinn á þessu tímabili, og sem að fólst í því að setup var leyft, og það getur skipt rosa miklu máli, og það skiptir rosalega máli. Voru sumir betur á stað en aðrir. Þetta svona bara eins og í formúlunni, þú veist, að byrja með góðan bíl og svo þurfa hinir að vinna forskotið og kunna og að finna gott setup eitt af því sem að sumir voru betri en aðrir í, en allir hafa þurft að læra svolítið og svona fundið sitt grúið í, en þú veist, þetta fer mismunandi í ökumenn, og Kári kannski svona einn af þeim sem að leið hvað mest fyrir það á þessu tímabili, því að hann var nánast ósigrandi, bara búinn að vera 2 ár í röð, held ég, alveg örugglega. Já. Það má ekki taka samt að við Supernó liðinu, því að þau hafa líka haft mikla yfirburði, ekki aðeins í stigasöfnun og í akstri, heldur líka í æfingatíma. Það hérna alveg ótrúlega. Þau tóku það náttúrulega á nýtt professional level eiginlega, má segja. Já, þetta bara alveg ótrúlega tími. Búið til lið með toppökumennum í 2 deildum og æfa vel og taka þetta alvarlega, og það hefur skilað sér alveg gríðarlega mikið. Algjörlega. Það er alltaf, sko, það kemur ekkert það er ekkert mikið verið en brautartíminn. Það hann sem skilað sér alltaf endanum. Algjörlega. Það margt sem að setur saman góðan ökumann. Það þarf taugar í þetta, það þarf hraða, það þarf consistency, þú veist, það ekki þetta, þú veist, það margir hraður en geta það kannski bara 2 hringi og svo gera það mistök. En að vera stöðugt hraður og fara ekki yfir mörkið, það tekur rosalega tíma og æfingu. Og þetta sport heldur alveg þá sem að berjast á toppnum, þetta því líka tími sem að fer í þetta og það ekkert grín. Nú ég aðeins hoppar ég að byrja, það Hannes sem að fara fyrstur yfir ráslínuna, að byrja að heitur hring. Það svona, hann sé hann fremstur og hann dekkina sem líta mjög vel út, en það hefur ekki verið ágjumál hjá honum Hannesi, hann einstaklega færi því að fara vel með dekkin sín. Hefur skilað honum oft, eða nokkur sinnum, þar sem hann og Eva, ekki sjónamunur á milli þeirra, en þá er dekkin Hannes að spara svo vel sem að skila honum mörgum stigum held ég í ár. Enda hefur hann unnið sér nafnbótinn að dekkja kvíslarinn og mjög verðskuldað þeim titli. Verðskuldað, algjörlega. Þessi partur af brautinni sem við erum að keyra núna meira svona Grand Prix layout og GP parturinn af brautinni. Nürburgring, basically heitir þessi braut, og svo keyrum við inn á slaufuna basically núna, það sem að tekur beygju, Hannes, svissar hann yfir á gamla brautina. Fyrir ekki, ég aðeins undan, það er allt í lagi. Hann að klára GP-brautina, það verður með það á henni. Hvað er þessi braut? GP-brautin, hún notuð hún ekki notuð í formúlunni ennþá?
Jú, Eða ekki ennþá, en hún ég held tekin við það. af slaufunni. Og hún notuð í mótorhjóla kappakstri og mjög mikið notuð bara sem stök braut. Það akkurat hérna sem hann svissar yfir á norðurslaufuna. Einmitt. Nú hann komin á gömlu brautina. Þar byrjar hasarinn maður. Þú vorst að tala að menn voru að keyra á þessu Formúlu 1, það er ekki nóg með þetta sé þröng braut. Þú sérði útsýnið mjög lítið, þú sérði bara skóginn framöndan. Lítið útsýnið svona. Og svo er hún líka, sko, sem við glemdum minnast að hún líka hoppar og skoppar á fleiri stöðum, sko, meir en ekki. Bíllinn bara hoppandi og skoppandi og lítið grip. Það meira en 300 metrar í hæðabreytingum á allri brautinni frá, ef þú tekur hring inn myndina, brautin held ég 21 kílómetri, sem sagt norðurslaufan, svo bætist við sem sagt GP-útgáfan. Og já, þetta alveg, hún mjóð, þannig að mjög erfitt að taka fram úr hérna og rosalega mikill hraði, þannig að, þú veist, þetta bara, þetta yndislegt. Rosalega mikið af blindbeygum sem maður þarf svolítið að beygja blind inn í bara og treysta, maður bara vita hvernig brautin liggur. Og þetta bara, já, það erfitt að lýsa þessari braut. Þetta eina reynslan bara að demba sig hring. Þetta er langan tíma að læra á þessa braut. Algjörlega. Mjög skemmtilegur kafli sem kemur núna byrja að keyra niður brekku og fara í svona hlykkjandi beygjur og bíllinn basically í botni og bensíngjöfin ekkert lyft núna. Skipti snemma, mikið hraði því þú ert niður brekku. Æðislegu kafli. Svo kemur mjög erfiður, slunginn. Hérna þessi kafli, svo kemur hægri, vinstri, hægri. Mjög skemmtilegu kafli. Þetta alveg yndislegt. Þessi hæga beygja, þegar maður að byrja að læra á þessa braut, þá finnst mann hún alltaf hæga því maður búinn að vera svo mikil í keyrslu. Þetta svona eins og að komin í smábæ þegar þú búinn að keyra utan bæjar. og þú veist, maður díla allir við það að vilja ekki hægja nógu mikið á sér þegar þau byrja að keyra í svona simulation, þannig að það þarf þoli með því svona beygjur, þótt að mest allir partir brautarinnar sé flat out. Þetta er sko flat out, sko, en samt ekki endilega í 7. gír, því að þú ert alla tíman á botn. Það er einhver hljóð hérna í hátalarnum mínum, heyrið þið þetta eða heyrið þú þetta ekki? Halló? Ég heyri bara í þér. Jæja, ok, þá var bara ljómandi. Daniel er að spyrja með hljóðið úr leiknum í streymið. Já, við þurfum Er það að gerast? Við þurfum að athuga það. Ég þarf það bara aðeins að skreppa frá. Ég ætla að tala við tæknimanninn. Þú sérðu mig það núna í smá stund. Ég leyfi sem bara að vera á Hannesi. Já, hann er glæsilegur, gilti Godzilla bíllinn hans. Þetta er Nissan GT-R. Það er náttúrulega allir sem hafa stundað Gran Turismo og spáð í sportbílum vita hvað Nissan GT-R stendur fyrir. Bíll sem hann hlaut viðnefnið Godzilla fyrir mörgum árum síðan. Ég er eiginlega pínu spenntur að sjá hvað Nissan gerir þegar er update hann loksins, hvenær sem hann verður. Hann gæti alveg verið 20 ár í það. Hann er að koma hérna í mjög trikkikafla þar sem að maður sleppir nánast ekki gjöfinni, hugsanlega lyftir en alls ekki bremsa. Þetta er mjög trikki braut. Nú þarf hann að negla niður. Og hann nálgast mjög skemmtilegan part á brautinni sem er skálinn. Þetta er svona, það var skurður upprunalega og svo fór einhver ökumaður að nýta sér það með slingshotta og síðan var það partur af brautinni. Síðan kemur hann í hana. Mjög skemmtileg beygja. Hann getur verið svolítið trikki. Þetta er svolítið rússibanni. Maður þarf svolítið að læra að horfa rétt. Til þess að tapa ekki áttum. Ég kom tilbaka, Ingi. Velkomin. Það er verið að vinna í þessu með hljóðið. Því. We got top technicians on it, people. Do not panic. Þetta reddast allt að lókum. Þetta er glæsileg slott hérna. Já, hann er verðskuldaðar að titlinum Hannes, búinn að eiga rosalega gott ár. Já. Alveg búinn að vera í sérflokki og á allt og allan heiðurinn skilið, ekki spurning, hann er búinn að vera número 1 á þetta season, það er bara þannig. Mér langar að sitja hérna aðeins. Fólk gerir sig kannski aðeins betri hugulönd hvers slags bilun þessi braut er. Já, endilega.
Þarna borð. Þarna borð sko, þetta bara, það alltaf, þú ert alltaf með lífi í lúkanum einhvern einustu beygju og þið sjáið hann bara allur fulli gjöf þarna og bíllinn hoppandi og skoppandi, hann bara kemur stökk. Svo roller coaster of death ábyggilega að vera farþegi í framsæti á svona bíl. Ég var að horfa Nú símaninn dauðans! Ég var að horfa á þeir eru alltaf að setja met á þessari braut, þetta er ákveðið mont sem bílaframleiðendur berjast að þeir eiga hraðasta tímann á þessari braut í raunveruleikanum. Já, það segir svolítið mikið hvað við erum að tala Ég man reyndar ekki hvaða tegunda bíl þetta var hybrid bíl. Þessi braut viðmiðunin, það bara þannig. Já. Nú líka áhvert að sjá hvað gerist hérna, hann Gunni Agnars, hann setti í gær hansi góðan kvalitíma í tier 2, það verður fornilegt að sjá hvernig þeir bera sig saman. Hann var á 8 mínútum og 10 sekúndum eitthvað í gær á fastest lap í qualification. Já. Ég held að hann sé á góðum hring. Ef að klukkan á skjánum og tíminn segir mér eitthvað. Já, síðast að bara var sæmilegur hring. Já, ekki það. I bet. Ég Ekki verður að búast. 2.11 eitthvað. 2.11 eitthvað. Hann alltaf hefur lítið að keppa raun og veru. Hann hefur náttúrulega búin að tryggja sér dolluna og hann kannski bara hafa gaman að þessu. Það kemur raun og ekkert óvart og hann myndi ekki einu sinni. A racer is a racer. Það þetta rétt. Já, sjáuð þið allir nema hvað. Já, ennþá flottara. Já, ennþá flottara. 8-10, þetta geggjaði tími. Ég held að Gunni hafi verið 8-10 en ég man ekki hvað var fyrir aftan, punktinn. Og vel gert. Og hann svo leggur bara bílnum, þetta flott hjá honum, hann sáttur við þetta, ég var að fylgjast með, hvað gerir Davíð Rúnar? Davíð Rúnar kominn, hann á 8-16. Nú Þorsteinn var að koma í mark líka, hann á 8-18. Ívar Eyþórs að fara að renna í línuna. Hvaða tíma setur hann? 8-13. 8-13. Eru fleiri hann eftir að setja tíma? Já, Davíð Rúnar næstur. Ef við ekki bara taka það allaveg markið og fara alltaf á næsta bara. Hérna er hann Dimmi. Sjá hvað hann setur hérna, kemur í endamarkið. Hann ekki að fara að augra Hannesi. Kemur hann í 4. sæti. 8-13. Ykkur fleiri hérna á brautinni og það ekki allir búin að klára fyrsta hring. Hérna kemur Guffi. Hvað gerir Guffi? Nei, hann er ekki nægilega hraður. Liðsfélagið minn í Nokko. Hann er 8. Hvað gerir Maggi? 8-15, vel gert. Og 8 sem Davíð Rúnar. Þetta riðlast allt þegar maður fyrir að færa sig. Maður fer ekki lengur aftur og bak. Hérna kemur heiðursgestur dagsins. Ingvar Rúnar. Harry konur loka kaflan. Það er svo gott falla á því. Já, það er gaman að sjá sem flesta bílategundir. Það er yndislegt að sjá fjölbreytni í þessu. Algjörlega, það er BOP-stilling, þannig að flestir bílar eru misgóðir en það eru allir samkynshæfir. Hann er náttúrulega að nauta riðið af, hann er ekki búinn að vera að keppa kannski lengi. Þannig að við gefum... Hugsaði ekki eftir að það er líka út af... Ásgeir, hann er með skemmta bíl, þannig að hann er það út af... Það er Ásgeir, ég held að hann sé á síðasti, Diego og líka eftir að setja tíminn henni. Hérna kemur Ásgeir, hann hefur verið öflugur og stundum ekki. Nei, hann hefur svolítið verið að frá tilbaka, átti rosalega keppni á Kyoto. Einmitt. Í síðasta móti.
Þannig að við fylgjast Matti búinn að vinna þar, keyrði Snót á sjálfbílinn og endaði í öðru sæti. Við fylgjum honum hérna til enda og sjáum hvað hann stendur sig núna í dag, hvernig hann er að finna sig á brautinni. Þetta er hérna, ég er að fylgjast líka með endarhælum, hann er 262 og fer núna niður smá brekku. Þeir eru að fara aðeins, þetta snýst alltaf, það er hægt að stilla nefnilega sko downforce og það er hægt að stilla hæð bílsins. Það er svo margt sem margar breytur í þessu sem fólk þarf að kynna sér eða þau ekki ennþá búin að pröfa að keyra þennan leik. Þetta er alveg mjög gaman að læra inn á þetta og fá svona smá innsæi í hvernig bílarnir eru að fungera, hvað þú ert að gera. En sjáum hvað hann gerir. Ásgeir er, Ég myndi hann er giska á að það er með mjög 26. hátt downforce. Já, Ef hann var ekki að fara meira en 262 á beinakaflanum, verandi á Godzilla. það er eitthvað þetta sem ég ætlaði svo að fara út í því að menn, þú getur fórnað downforce og þá minnkar endarhraðan. Hvort viltu vera hraður í beygjum eða hraður á beinakaflanum. Þetta er alltaf ákveðin dans. Hvað þú ert að hvernig stilli bílinn, það fer eftir brautinni, það fer eftir bílnum, það fer eftir aksturstíl. Það er svo margt sem kemur hann inn í. Ásgeir er búinn að eyðileggja hring númer 2 hjá sér. Fer hann út í sandinn. Ég skipti kannski hérna. Já, verður þá allir búin að setja tíma? Það eru 3 ennþá út í brautinni. Það er að finna hverju það eru. Hérna eru við með Rabúf hans. Þorstein. Hann er á heitum hring. Hvað eru við mikinn tíma eftir í kvóli? Hann næri þannig þessu alveg. Getur þú séð það? Hvað er magið? Það er hann fær að klára hringinn, þá líka lokast hann inni á medium dekkjum held ég. Ef ég man þetta rétt. Þannig að þetta getur verið svolítið hættulegt dekkir eins og líka búin að eyðast talsvert. Þeir duga ekki meira en 3 hringi, medium dekkin. Þú ert með drekklaðin bíl og þeir duga bara ekki meira en 3 hringi. Og sko að því gefna að þú ert með bensín fyrir 3 hringi á bílum, það er að gera léttari en að byrja á medium með bensín fyrir 4 hringi dekk sem duga bara 3 þá ertu að láta þá bitnar það á dekkjanum þess að þú ert með óþarfa þyngsl í bíl í tankinum. Þannig að 3. hringur verður bara mjög erfiður á medium dekkjum eins og sér það hann er eiga við núna. Ég á ekki von á því að hann bæti sig. Þetta er mjög erfitt að keyra 3 hringi á medium dekkjum. En núna er hann að gera sig hugsanlega óleik. Ég sé reyndar ekki millitíman hans hvort það sé að bæta sig því að ef hann er ekki að bæta sig talsvert þá myndi ég mæla með því fyrir hann myndi bara hætta þessu hring og fara inn í pit og byrja á hörðum. Það er ekki gott að byrja á medium. Ég held að kvóli sé 25 mínútur, við erum búin með 23 ár, þannig að þetta getur verið hættulegt dans og hann er ekki einn í þessu dans, það eru má sjá, það eru fleiri hérna á brautinni. Kári, nei, ég sé ekki millitíman, ég veit ekki hversu, hann er átlap, jú, þá er hann er komin á hörðdekk, þannig að hann er bara að æfa sig. Má sjá, já, þá er það bara að Þorsteinn, já, hann er með bætingu hann er ennþá á heitum hring, en þetta er tvíeggja sverð því að hann gæti brennt sig inni, hann hefur 1 mínútu og 20 sekúndur til þess að raunur sjá að sér, því að byrja á medium dekkjum er ekki góð strategía á þessari braut. Það er bara svoleiðis. Og hann er farin út að núna, þannig að hann hefur ennþá 1 mínútu. Hann er ennþá á heitum. Hvað finnst þér þetta, Ingi? Hvað er þín skoðun á þessu? Ég heldur að þetta bara starta þetta svo. Já, ég er að tala hvað Þorsteinn er að gera, sko. Hann er að gera sjálfum sig óleik, sko. Hann getur kláran að hringa og hann er farin út af. Nú er það alveg búið. Nú verður hann að drífa sig í pittin og skiptur á hörðdekk. Hann hefur 40 sekúndur til að átta sig á þessu. Ég vona bara hans vegna, því að þetta er alltaf bara bull, þessi hringur er búinn. Hann er á medium dekkjum. Hann er þá að fara að byrja keppnin á medium, sem er alls ekki gott. Hann er 8. seti sem stendur. Þannig að hann er að fara að eiga við mikla trafík. Og það við að hann byrjar að medium að fá að horfa að reyna að taka frambúr öllum þessum sem var að hörðu. Já, hann hefur núna... En það er ekki auðvelt. Hans vegna, ég vona að hann bara sjá að sér, hann hefur núna ennþá 10 sekúndur. Hann þarf að drífa sig að fara inn.
Já, hann er ekki að fara að gera það held ég. Hann er búinn að missa þessu glugga. Hann er að fara að brenna inni með það að byrja á medium dekkjum. Ég á ekki vona margir eftir að gera það. Þetta getur... Ég hugsa að flestir verði á hörðum. Já, það er bara eina vitið í þessari braut. Það er alveg ljóst. Ég var að keppa og við vorum að keppa í gær í annar deildinni og þetta lá alveg klárt fyrir. Alveg klárt. Það er bara algjör. Það er bara... Þetta ættir að setja stóran strik í keppninans í dag, hans Þorsteins. Það er ekki ólíklegt. En skulum sjá hvað setur. Herðu, það er bara byrjað. Það er bara byrjað. Það er að koma núna, eins og þú segir, let's go racing. Heldur betur. Síðasta keppnin á tímabilinu, 2 tímar á Nürburgring. Fráir layoutinu. Já, við kallum að kjósa þetta bara norðurslöfina. Það er svo yndislega fallegt eitthvað. Þetta verður spennandi. Svo er náttúrulega fyrstu beiguna. Sounds like poetry. Fyrsta hana S-ið. Það getur verið dramatískt. Það verður... Það sjáum við hann að Jónæg, hann er í öðru sæti. Gaman að sjá hann framalega. Hann er búinn að eiga svolítið rokki undanfarnar keppnir og Ívar Eyþórs sem er nýkrýndur Tier 2 meistari. Hann situr hér 3. og það er Dimmi sem er 4. Þetta er... Já, og nota bene, það er Bingo Bjartur sem er að keyra fyrir Magga Ingóls sem var maður hann. Ég ætla að koma inn á það, sem er sonur hans. Já, líka Ívar er náttúrulega með góður æfingu því að hafa mikið undir í hann í gær. Hann er búinn að æfa sig mjög vel. Hann hafði miklu að keppa í gær og þurfti að standa sig vel til að tryggja sig annar deildaði sigurinn. En við skulum fylgjast með þessu. Þetta getur orðið dramatískt hérna. Bossaði hérna hjá Bíko Racing með bíl í öðru og 3. sæti. Þetta rúlar allt í gegn, það er engin klöfamistök, það er ekkert njask. Þetta bara fer smurt af stað. Já, hérna fylgjast við hérna með toppnum aðeins. Ívar er náttúrulega, það verður eitthvað sko. Ég held að það verður mikið drama í dag, í kvöld. Brautin er bara þannig. Bingo Bjartur er að reyna fram úr að starta Dimma. Dimma með einu línuna. Já, þú verður endilega að láta mig vita að það er eitthvað drama í gangi. Ég er að reyna að spotta drama og kjúa þig inn. Já, Ívar er heldur í við Hannes. Hann er í slipstream. En Ívar Eyþórs er búinn að missa slippið, hann í 3. sæti. Já, Jónægir sem er hér fast á hælum Hannesar. Ég sagði ekki Jónægir. Ég held að þú hafi sagt Ívar Eyþórs tvisvar. Mikið ætti að missast. Nei, það er bara rétt hjá þér, þetta hljómaði furðulega. En Jónægir, hann er að halda í við Hannes. Þetta er nákvæmlega spílar hann, það er mjög auðvitað saman. Þetta er bara Bíko teymið að standa sig í Supernova samborgu. Þetta er yndislegt. Það fer vel að stað. Þannig að hann ger í slipstreaminu á úrum Hannes. Hann Jónægir. Það er ekstra power og bensín vænt, skulum við segja. Núna kemur fyrsti sko, hvað ég segja, nú er að hefjast fyrsti langi kablinn upp á hraðikablinn upp á hæðunum og við sjáum það að Hannes er nú búinn að slíta sig. Ég ætla aðeins að fara þá aftara í sjá hvað gerist annars þær í brautinni. Ívar hérna, það er enginn inn í slipp hérna, ég fyrir aftar. Skrollaði bara niður listan, það er bara flott að horfa á það sko. Skreiri er óþólum áður fyrir aftan Guffa. Með Diego á hælum sér. Kári, já. Það er margt að gerast á mörgum stöðum. Þetta er pakki hérna í 7., 7. og 8. sæti. Algjörlega, tjekkaði líka á Skeira og Diego. Já. Það er hörkuband þar. Tasty Racing. Innbyrðist bara það. Rétt fyrir aftan Guffa. Já. Þetta er Tasty. Þetta er það. Sjáu það. Það er ekkert geðið eftir. Nei, það er ekki mikið neðra ástæðan á þessu heimili. Nei, það er samt svo lítið hægt að gera í Guffi hérna út af. Er það út af?
Það var Guffi sem fór út af. Ívar Eyþórs. Og Ívar líka. Já, ok. Ég syngist því að sjá að Norrköping fara út í sandin. Ég kannski bara... Ívar. Og Guffi komin í 12. sæti og Ívar í 13. Já, reyna bara báðir farið út af. Það Bingo Bjartur eða eins og við sjáum á skjánum Maggi Ingóls og tjekkar á bara þannig 3. sætið. Hann bara liggur í skottinu á Dimma. Já. Það sterk innkomi hér. Já, heldur betur. Vel gert. Nú kannski æfti ekstra vel, hann vilja gera vel svona sem heiðursgestur kvöldsins. Núna hljóði, áhorfendur gæti sagt okkur hvort það sé búið að laga að bæta úr hljóðið í leiknum sjálfum. Ég heyri mjög skrítið hljóðið hér núna. Ég veit ekki hvort að það sé bara með okkar eða í útsendingu. Já, ég verið þér. Vantar reysánd til þess að ég roppi á það. Ég held að það gæti komið styrkuð. En sjáum til. En Maggi hérna í afturrendanum á Dimma. Það kemur óvart, það er gaman að sjá þetta, það kemur hérna nýtt andlit. Reynir hann, já, komið fram úr. Pressa Dimma í að fara of vítt. Og Dimmi fer alveg smá út í grasið og Bingo Bjartur. Eða Bjartur Sólur Magga er bara kominn fram úr í 3. sætið. Vel gert. Virkilega vel gert. Hérna er líka barátta. Þorsteinn, hann er kominn líka, hann er alveg afturstöðunum að Kára. Það er bara svo erfitt að taka fram. Það er sko, það getur verið að Dimmi hafa hleypt Magga fram. Verðt að taka fram að bæði Dimmi og Bingo eru Bingo Bjartur, eða Bjartur. Ég kallar alltaf Bingo Bjartur því að það var gamla PSN nafnið hans. En þeir eru báðir á mediumdekkjum, þannig að Ef við kannski renna örslegt yfir listan. Við fer bara alveg núna efst í Hannes og förum yfir hvernig dekkin eru hjá fólki. Já, en áhugavert, þeir eru báðir á medium og hann var að taka fram úr hann Bingo Bjartur og hérna er að spurning hvort það sé að nálgast nei, það kemur í ljós en hann er ekki nema 1,7 sekundur fyrir aftanum, þannig að og við erum ennþá bara fyrsta hring. Það er kannski Dimmi hafi bara átt að segja á því að Maggi væri á mjúkum og vill ekki slást við að nógu byrðflökar en bara verið slipnum. Það er aldrei að vita. Sjáum til. Nei, Dimmi er líka á mjúkum. Já. Þú varst að segja það kannski? Ég var og Dimmi slettar hérna bara. Kári á hörðum. Hann er komin í rugli, hann er búinn að skemma bílinn. Þorsteinn er á mjúkum. Dimmi er búinn að skemma bílinn og er að missa fullt af ökumennum fram á sér. Ásgeir líka á medium. En það eru margir á medium. Þetta kemur mjög á óvart. Diego er á hörðum. Það er ekki reynilega eitthvað rugl í gangi á Dimma. Hann er komin út af aftur. Hann er skítið dekkjum. Hann er búinn að skemma bílinn og hvinur niður listan. Hérna kom mikil dans. Við erum að horfa á 3. til 7. sæti. Þeir eru komin hérna på 4 í natt. Þetta verður líka mikið. Hvað gerist líka á beinakaflann? Hvernig menn eru með uppstilla bílinn. Þeir reyndar að eiga mikið eftir. Nei, þetta er núna síðasta beygjan fyrir beinakaflann. Karusellið. Þú komum 2 afleiðandi hægri beygjur. Það er að slá af og hitta. Þannig að þessar beygjur nefnilega ásarbrautin með vasa sem það þarf alltaf að hitta á. Mjög skemmtilegt. Það átti sig á því og lærir á brautina. Verða beygjurnar er alltaf léttar og léttari sko þegar maður lærir að muna þessa vasa utan það sko. Sjáu þetta, núna kemur eitthvað dans. Kári misti slippinn. Hann er hættu á Þorsteini. Hann er komið fram úr. Já, Maggi komið fram úr. En það er ekki búið, þetta er langur kafli. Gæti vist hann aftur sjáu þið. Nú fyrir Davíð reynir hann fekk slippið. Já, sæll. Þetta er... Double slip. Já. Það þarf að tímasetja þetta rétt. Svo er hérna... Það á að hanga á því. Það klikkar enginn á þessu, það getur stundum verið smá trikk í að ná þessum beygjum hann langkaflan sérstaklega upp í langur slipp
Tangi var búin að fá eitthvað bömpdraft og ég veit ekki hvað og hvað. En þetta gekk allt vel. Ég held að Kári hefði komið verst út úr þessu. En það mikið baráttu um þriðja sæti, við sjáum það. Ertu með race infoð á skjánum? Að það er í spectator options? Já, ég er með, hvað gýrum með nýjast að menna það? Já, bara hann sjáur allt race infoð. Ég er að lesa hérna chatið á túbunni, sælistrákar. Já, það var þetta, ég sá það á hann, ég sá þetta, ég er búinn að laga það, ég sá þetta. Ok, gott mál. Þá erum við að sunnulega sig. Ég hefði bara rakst óvart í rangt að taka og tók það af. Hringur 2 og Hannes leiðir, Jóna er annar, Davíð Rúnar er þriðji og í hörkubaráttu við hann Bjart. Þetta er sonur hans Magga Ingólfs og keyrir fyrir hann í kvöld. Já. Hann er að keyra mjög vel. Á gamla bílnum þín. Já, segðu. Haha. Ekki nema von. Ég sakna vettunar maður. Já, ég trúi því. Það hljóðið í þessum bíl er alveg einstakt. Besti lítum maður. Það er bara þannig. Öllu finnst sín fyllfegurastur, sko. Já, ég meina, þú veist, fyrir mig, ég er ekki að segja þessi bestu fyrir aðra, en þetta er svo bíl sem ég tengi best við. Ég er alltaf hraðastur á vettinu ef ég testa bíla. Já, hvernig slíður þetta með að hafa skiptur á Porschinu? Er ekki eftir að sjá með það? Það er bara brotherly love. Já, var ekki eftir að sjá með og við bara fílum að svissa bílum og vera ekki alltaf því sama og mixa þessu upp. Já, það er líka bara mjög góð. Við aldrei verið 2 tímabil í röð á sama kakkanum. Já. Engin ástæða sem bara byrja því núna. Nei, það er skemmtilega nokkuð, mjög skemmtilega. Læra bara sem flesta bíla, það gerir líka betri ökumanni. Já, algjörlega. Þeir eru bílar sem að krefst þess að þurfi ekki að keyra með traction control og læra að keyra án traction control. Það er líka mjög krefjandi og skemmtilegt. Aðeins að kíkja hérna á toppinn, við sjáum að Hannes er nú bara eiginlega búinn að stinga af. Hann er á hring 2 og komið með 5,6 sekúndna fórskot. Þetta er bara þannig þriðja sæti sem að er mesta konfektið fyrir augað í augnablikinu. Jón Ægir, hann er líka, hann er komið sér vel fyrir hann. Hérna er sko rússíbanninn, sko. Horfum okkur hérna, við sjáum þá hver er í staðinu Mikki Davís og Magga, hann heitir ekki Maggi, hvað heitir svona þess Magga sem að keyra fyrir hann? Bjartur, Bingo Bjartur. Yes. Þetta er glæsilegt að sjá hérna 3. til 7. sætið í akstri. Þeir eru allir bara hásbraut frá hverjum öðrum og fylgja hverjum öðrum hér eins og lest. Þetta er rosalegt. Það er allir í slipp, sérðu, það er allir í slipp frá hverju öðrum. Já, Nei. Bingo, smá út af, hann næri að halda bílum inn á. Vel gert, nice save. Skilur þetta ekki það er spurning hvað. Kári er að pressa líka Þorsteinn og Reynir hérna innan á hann. En það er spurning. Já. Þorsteinn með inn í línuna í næstu beygju. Kári gæti þetta að gefa þetta eftir. Þorsteinn er nú ekkert. Nei, lærðu þessu, vel gert! Virkilega vel gert hjá Kára. Það er bara... Virkilega vel gert. Það er bara eins og Tom Cruise hérna í Days of Thunder tók hann on the outside. Þetta var flott. Þetta er commitment því að það er ekki mikið pláss á þessari braut og leið og hann fyrir smá út á grassi þá er það búið. Jó. En hann, já, ekkert eftir. Það er mjög vel gert hjá honum og næsta skotmark er Bingo Bjartur, en hann er að sýna það því að hann er ekkert að grínast á korvettinu, sko. Þetta er algjör snill. Þetta er algjör snill. 12 mínútur búnar og þetta verður svona næstu 2 tímum að tæpa. 1 klukkustund og 47 mínútur eftir takkartúkall. En ég sé að Róbert sé eitthvað að tala að það hefði, hann heyri ekki nægilega vel í mér. Er eitthvað búið að laga það? Ég heyri mjög óstöðugt samtíðir í headphoneunum, en ég veit ekki hvort að það sé útsendingi sem útsendingin heyrir, og hann ekki. Það þarf að laga það, nefnilega, ef það er svoleiðis. En ég var alveg til að heyra betri yfir og svo það. Já, en að sé hann, tæknimaðurinn er komin aðeins að kíkja á þetta hjá okkur. Það
aðeins að róast baráttan þriðja sætið, svona búið að detta í þægilegt bil á milli manna, þeir voru rosalega ná hverjum öðrum áðan. Þetta löng keppni og þú vilt ekki vera of harður á dekkin og vera of aggressífur of mikið snemma, frekar að halda þægilegri pressu á ökumenn og treysta á gera lítið mistök og láta aðra sjá það. Þú sér nú að tala Maggi, þess Bjartur, Bingo Bjartur eins og kallar hann. Hann á medium dekkjum og baráttu núna þriðja sæti við hann Davíð Rúnar sem á hörðum dekkjum. Já. Þannig að það að kosta þetta sem ég var að tala um áðan, það að byrja á medium dekkjum, það getur verið svo dýrt að hann með meira bensín heldur hann þyrfti, sko. Já, það fer eftir því, sko, það samt að þú skoðar munin á hörðu dekkjunum og medium dekkjunum, hann að fara frekar vel með dekkin, myndi ég segja. Já, hann bara samt á öðru hring, sko. Hann tekur saman 3 hringi og fer í pit 1 hring á undan hinnum. Og gæti hugsanlega að gefa honum hreina braut. Það aldrei vita, hann gerir misleik hérna og fyrir út af. Þetta var leiðilegt. Já, dottinn í 8. sætið og búinn að vera að keyra glæsilega. Búinn að skemma bílinn. Þannig að hann þarf að fara í pit, basically, núna á þessu hring. Kíkja hann eftir í brautina. Sjá hvað gerast hérna fyrir aftan. Já, eins og ég segi, þetta er löng keppni, þetta eru 2 tímar og það gott að hugsa þetta sem marathon og það geta ekki á sprettinum. Það það. Það búinn það nú bara búinn 1/8 af keppninni. Margt getur gerst. Guffi og Ívar eru því miður í leiðinu í sérflokki aftast sem stendur. Það getur breyst. Og hérna hann Þórður. Hann líka í Einskismannslandi, 10 sekúndur reyndar í Dimma. Dimmi var byrjaði mjög vel, en hann fór út af hana 2 svar, ef ekki 3 svar. Já, hann byrjaði á medium dekkjum og skemmdi bílinn og þurfti að fara í pit og kominn á glænýjar hard hlutur. Já, það svolítið, þetta gæti náttúrulega að setja strik í reyningin hjá bara öllu keppendum, sko, ein mistök og þú farið vélaskemmt, þá áttu ekkert val með það að þú verður að fara í pitinn. Og tala ekki um að það myndi gerast snemma eftir að þú farin fram hjá pittinum að þurfa að hringa, taka heila hring með skemmtan mótor. Það náttúrulega bara, það eyðileggur bara keppnina, það bara hannig. Algjörlega. Ég sé að Ásgeir að keyra á medium dekkjum og Diego að taka fram úr Þorsteini á beinakaflanum, en Þorstein kominn aftur í draftið á honum, þannig að þú ætti kannski að setja myndaðalinn á 5. sætið. Já, kom þangað. Glæsilegt, hérna koma þær í lok beinakaflans. Og hann alveg liggur í slottinu á honum á Þorstein. En Ævar Diego, Ævar Val Diego heitir hann. Diego, nei, þeir fara hana saman. Pínu rútaskapur, en jú, það Þorstein setur olnbogana út og treður sér fram úr, það no mercy. Já, hann á medium dekkjum, hann verður að láta það telja. Það bara þannig og hann að gera það. En hann búinn að skemma bílinn smá, að keyra á skemmdum bíl. Hann spurði hvort það hafi gerst í þessum, ég held ekki því að hann klesst hann á hinni hliðinni. Það verður bara að láta sig hafa það. Sýnir að þetta á hægri hlið. Það betra að taka hringinn og láta sig kosta kannski 5-10 sekúndur eða jafnvel aðeins meira heldur en að taka pittinn. Það auka pitstopp auka hálf mínúta. Já. Það þarf ekki að tefja hann svo mikið og hann á medium, þannig að hann getur hugsanlega verið að keyra á sambærilegum hraða, en eins og við sjáum, sko, hann búinn að reka svona nokkur sinnum með henni hann Diego og mér sýnist Diego vera byrjaði að pressa hann. Já, hann bara ekki láta að finna fyrir sér. Það gaman að þessu. Spursmálum hvernig hann tækir fram úr með að Þorsteinn á skemmdum bíl, þannig að það getur ekki hjálpa honum. Þótt hann sé keyranlegur og þá hann að tapa einhvern sekúndum. Hvað? Já, þetta mjög mikilvægt að komast fram úr áður en þeir fara inn á slaufinu sjálfa. Já, það nokkra beygir til þess. Mjög erfiðar að taka fram úr þegar kominn á norðurslaufina af GP-brautinni. Já, hann á mýkri dekkjum á Þorsteinn. Hann verður eiginlega svolítið að reyna að halda þessu. Það mjög mikið fyrir hann. Það skelfilegt fyrir hann að vera á
þriðja hring. En sko, nú spyr maður sig, það 8 mínútna hringur eftir og það mjög erfitt að keyra með mann svona í skottinu. Gæti hugsanlega verið að taka áhættu á að gera mistök undir pressu og væri hugsanlega verandi haltur eins og hann með skemmda bíl. Hugsanlega væri sniðugt að reyna frekar að teika Diego og reyna að gera þetta auðveldari í akstur því að, eins og þú segir, pressan on og þetta risky situation fyrir báða. Já, það er eitthvað sem allir þurfa bara að dæma fyrir sjálf og sig, að meta. Algjörlega. Sumir eru ekki tilbúinir í að fórna smá til að græða, en þú veist, það racer, you know. Það vil ég allir vera undan. En það er spurning, hversu mikið skemmtur bílinn er. Það var basically að fara fram úr Diego, skemmi bílinn og núna er hann að verjast eins og enginn sem morgundagurinn. Já. Og greinilegt að Diego að keyra hraðar því að hann er bara eins og sigsakkandaðurinn fyrir aftan hann, sko. Svo verður Þorsteinn bara hægari og hægari. Þegar mjúkudekkin fara að brenna, þá eru fljót að fara. En það er hann ekki nei, þetta er rosalegt maður. Þorsteinn er með klærnar úti og ætlar sko ekki að gefa þetta eftir. Sjáu þetta, hann reynir, er bara kíkjandi hægri vinstri. Já, hann náttúrulega bara gerir sitt besta en Þorsteinn, það er bara svo erfitt að taka fram úr þó þú sért hraðari á þessari braut. Þú verður að bíða eftir mistökum á þessu kafla. Vá! Það er líka svo hættulegt að taka sénsa þegar brautin er svo mjó, hún er svo þröng og ef þú ferð út úr reislínunni þá ertu komin í sandinn, þú ert bara að missa grip og þú lendir í hólum og hæðum líka. Það er Já, þetta getur alltaf verið svolítið leiðilegt fyrir hann Diego. En já, hann þarf bara að passa að taka ekki ómikla áhættu. Já, það er bara þannig. Bíða eftir tækifærinu, vera þolinmóður. Ef hann heldur pressunni og keyrir skynsamt, þá er ekkert ólíklegt að hann pressi Þorsteinn í mistök. Svo er líka bara sjálfum sér. Já, en Ævar, hann Diego, hann þarf raun og ekkert að taka hennar sénsa því að hann er raunverulega komið fram úr því að hann er á eftir sitt medium stint og hann getur tekið þá bara 3 hringi á tankinn og hann eftir að ná miklu öndurkötti undir öll veðlegu kringumstæðum ef hann heldur sig á brautinu og keyrir vel. Þannig að raun og veru sko, það er, hann vill alltaf fara fram úr honum sem fyrst og reyna kannski að draga á Kára en þú vilt heldur ekki fórna keppninni og láta kosta því að snúa bílnum. Hann er að gera rétt sko með því að gera sér sýnilegan og halda pressunni. Já. En eins og ég segi, hann var bara að passa að stinga sér ekki inn á einhverjum röngum staðfattur. Jafnvel ekki, hann keyrir bara fyrir aftan og heldur pressunni, þá er hann að gera rétt. Já, það er mitt mat sko. Svo kemur líka langi kaflinn, þeir eru á skrímslum. Báðir er mjög mikið endarhæða báðir þessi bílar. Og þá bara ríkur hann fram úr Diego. Góð þess að. Já. Það er langur kafli núna, spurning hvort hann ná að drafta hann eitthvað. Já. Já, hann er alveg í góðu drafti og nógu eftir á þessum kafla. Það er alveg spurning hvort hann á að slingshota en þetta er rosalega hraður kafli og ekki margir sentimetrar í boði. Þú ert alltaf að leggja svo mikið undir. Já. Þú ert að leggja svo mikið undir að taka fram úr þó og sett hraðari. Já, þetta er svo mikið hraði í gangi hérna. Þeir eru að keyra yfir 200 og stundum 250 og eru kannski að taka beygju á rúmlega 200 eins og varst að horfa núna. Þannig að það er risky situation. Það sem brautin hægir á sér, þar eru meiri tækifæri til að reyna að múfa eins og hérna. Sjáu þið, innan á hann og vel gert. Took the words right out of my mouth. Það sem brautin hægir á sér, þar eru tækifæri til að prófa en á svona háhraða köflum bara gleymdu því. Já, það er bara málið. Það gerði þetta hárið. Það var ekki tók enga sénsa, ekki að setja lífi í lúkunar. Það er svo dýrt að fara út af, dýrt bíla, alla skemmdir í fyrstildinni. Það jafnar sig ekkert, þú verður bara að fara í pittin. Það þurfti að hafa fyrir þessu. Já, heldur betur. Hann keyrði bara mjög vel og nú sjáum við líka að tóknar úr þeim. Hann er strax komið slippinum, hann kom með 1,6 vegna forskot. Og ég var að kíkja þá núna á annar staðar brautina, ég ætla að fara að sjá hans í toppslæginn, ég ætla að athuga hverju staðan er á Jónægi og Hannesi, þeir sigla sinn ligna sjó. Ég sé að Kári er að nálgast Davírunar. Já, kíkjum hann niður, já, Kári, hann er komin undir sekúnduna. Er ekki Davírunar á, nei hann er á hörðum, Kári líka. Þannig að það er bara hörðum.
Hann bara kannski að finna grúfið, hann Kári. Þau taka ábyggilega báðir 4 hringi. Það svona vænlegast upp á bensín og dekkiðislu. Já, allan að bensín, hann hendar mjög vel í 4 hringi. Það er ekki neitt vit í að taka 3, það er ekkert vit, þú getur ekki tekið 5 á þess að bensín spara. Bensín býður ekki upp á 5 hringi. Hérna maður með einhverju fuel-saving. En hörð geta endast 4 hringi, þannig að menn keyra bara út tankinn og Nei, og vélarskemmt. Sáu þarna? Og hann á eftir talsverðan kafla, eftir alla langa beinakaflana sem hann verður bara hérna á, hvað er þetta, 40% afli, 30% afli? Já, hann tiltölulega komin langt með hringinn, það er ekki mikið eftir að brautinni en þetta mun kosta hann mikið. Já, þetta er langur kafli sko, þessi beini kafli, það er nefnilega... Nefnilega sko, hann hefur samt alveg 30 sekundur í Ásgeir sem er í 7. sæti, þannig að við meila bara mælt hvað hann tapar miklum tíma. En hann var í 4. að þrista á 3. sæti. Já. Og sjá núna hámarksrann, hann er núna 180, hann ætti að vera komin í 250. Hann er að skríða í 200. og þetta verið 200 og þarna er komið 260. Þetta er náttúrulega mjög dýrkeypt. En eins og segir, þetta hefði getið verið mikið verra. Hvað er hann að gera? Hvað var þetta? Já, hann þarf að breyta sínu plani núna, skella sér í pitt og þetta tekur ekstra tíma að gera bílinn. Það er spurning hvort hann fari í medium stundi sitt til að reyna að vinna sig upp hratt eða haldi áfram á hörðum. Á einhverjum tímapunkti þarf hann að keyra á medium dekkjum og þau eru góð í 3 hringi. Horstinn er kominn í pittinn að gera við sinn skemmta bíl en hann situr í 5. sæti. Já, Kári er kominn, hann er, já nú er líka Ásgeir, hann er kominn núna, hann er ná honum. Þetta kostar alltaf pitt. Ásgeir er á medium, hann þarf nú líka að pitta, neyrðu. Hann er að fara 4. hringinn á medium. Já, vel gert. Já, það verður challenge. Það var svolítið tætt á honum afturdekkin og hann er líka með skemmtan bíl, þannig að þetta verður ekki hraður hringur en hann græðir einn hring á þess að þurfi ekki að fara í pittinn. Getur hugsanlega komið honum á góðu síðar, hans spurning. Já, þetta verður samt mjög trygg í honum. Þegar þú veist að við vitum að báðir að gefa þér reynslu sérðu. Og hvað gerir hann? Hann er komin út á aftur. Já, og núna sko, nú fara dekkinu skítug, 1 dekk og hann er var að byrja hringinn. Þetta verður mjög erfur hringur í Ásgeiri. Já, ég held að hann hefði átt að skella sér í pittinn. Já, það er auðvitað að vittur eftir á. Þú sagði að það væri mjög sniðugt hjá honum að pröfa þetta. Og fara á ferskum dekkjum út. Því að menn geta sko, stundum þurfum menn að resetta sig eftir að gera mistök og tjóna bílinn og svona og bara það fyrir pitt og setja ný dekka á, þurfi ekki að vera að díla bílinn með samt í dekkjunum og okkar pínu skemmtan. Það er bara eins og nýtt reis, en að taka 8 mínútna hring þar sem þú ert að haltur að keyra, það getur svolítið skemmt grúum hans og þetta var ekki hjálpa dekkjum. Eyðilega þriðmann í ekspennum hjá manni. Algjörlega, þetta er það maður þarf að sko, má ekki vera að blóta eða vera reiður eða húll, þannig að maður verður bara að vera bara næsta beygja. Algjörlega. Þetta verður mjög erfiður 4. hringur hjá Ásgeir. Það er bara þannig, ég veit að bara víst að þetta eru svo hraða beygjur, Ingi, þú þekkir alveg sjálfur, en þetta eru svo hraða beygjur með lífi í lókunum og dekkin eru ekki upp á 10. Ég sko segja, fyrir neðan 8, þá ertu bara komin í svolítið slemm mál, sko. Þorsteinn sem er fyrir aftan Ásgeir á nýjum hörðum dekkjum nýkomin á pittnum, hann er að minnka bilið í Ásgeir, þannig að... Já, hann er á... Gæti hugsanlega að ná honum og fara fram úr áður en að hringurinn er búinn. Hann fór aftur á hörð, hann var, á hverju var hann Þorsteinn? Var hann á mjúkum með hörðum? Hann þetta skrifa niður. Hann lítur að hafa verið á mjúkum. Ég held að hann hafi verið á hörðum. Þá hefði hann átt að taka 4 hringi. Magga Ingóls í 7. sæti, Bingo Bjarn, það er komin hörkubarátta á milli hans og Dimma. Í hvaða sæti segirðu? 7. sætið er Axelið. Já. Dimmi er að
pressa Bingo og Bjart. Og það voru örlítið nær hérna fyrir hóað í því. Já. En það er flott að vera að breytast. Dimmi að sækja í sig veðrið. Eitthvað stríðum við leiðum ekki hérna, ætla þess að. Þau eru á mjög svipuðum dekkjum. Dimmi miklu minna bensín. Hann náttúrulega búinn að fara í pit. Þið báðir? Þið báðir? Já, en munurinn að Dimmi hefur sennilega ekki tekið... Dimmi þú fór hringa undan þetta skemmta. Hann var ekki mikið auka bensín, því að hann á hálfum tank. Já, hann fór inn, manstu, hann skemmti, hann lendi í skemmti ekki, hann fór inn eftir 2 hringi. Já, ég hræddur að hann hafi hugsanlega glemt að taka bensín, því að... Hann 4 hring, þetta var 4 hringi í tankurinn. Þetta svona nokkuð neginn stemmir. Hann hefur tekið bara fyrir 4 hringi, hann hefur ekki fyllt á tankinn. Þú verður alltaf að fara inn á 4 hringi fresti, það er óþarft að setja meira bensín en 4 hringi. Það átt að taka hörðdekk og setja... Öðrum hring hvað að fara inn í pit, eða? Já. Hann hefur bara sett á 4 hringi. Já, ok, það getur verið. Já, kannski strax til 1. hringi, mann ekki, en þegar þú tekur medium dekkin svo, þá setur þú bara bensín fyrir 3 hringi. Þau duga bara 3 hringi. Þau eru reyna bara að hringur á milli þeirra. Ég var að renna örslega, ég ætla bara að rúla mjög hratt, kannski pínu óþægilega hratt hérna fyrir þeir sem horfa, ég ætla að byrja að fara alveg neðst, aftast, sjá stöðun á öllum. Hérna er hann Bjartur, Bingo Bjartur. Nei, fyrirgeðu. Líki bílar, þeir eru alveg eins bílar náttúrulega. Þetta er hann Þórður. Þórður er hérna aftastur. Hann er nýkominn pit á hörðum dekkjum. Ívar. Ég er mjög vonsvikinn með Ívar. Meistarinn í annar deildarinnar að vera ekki framar en þetta. Hann er á hörðum dekkjum. Já, það mistök eru kostnaðarsöm á slaufunni. Og hérna er liðsfélagi minn, þetta er gríðarleg vonbrigði að sjá Nokko liðsfélagi henni í 11. sæti. Ólýsanlegu sásöki sem ég er að upplifa hérna í beinni útsendingu. Og hérna er hann Ingvar. Já, það er barátta í gangi í 5. sæti. Já. Og hérna Hann Ásgeir er kominn fram úr Þorsteini. Hvað séu, Þorstein kominn fram úr Þorsteini? Nei, Ásgeir er kominn fram úr Þorsteini. Hann er greinilega búinn að ná honum og fara fram og við mistum að því. En það er bara þannig, Þorsteinn fylgir honum. Nei, fyrirgeðu, ég er að rugla, það er Þorsteinn sem er búinn að ná Ásgeir. Ásgeir sem er á 7. bíl, ekki öfugt. Þannig að við mistum ekki neinu, við erum að detta inn í axelið. Ásgeir er í þessum erfiða hring sem ég var að spá honum. Akkurat. Ég bjóstu þetta hall á hann. Ég flippaði ástandinu í 1 sekundu. Já. En það er gott að því að við erum eftir að sjá til framarákstur og hugsanlega framarákstur. Ég bara fullir það verður mikið drama framundan. Þetta er sko langt í frá að vera eitthvað komið í hús. Það er bara 1/4 búinn. Þorsteinn er ekki hræddur að sýna á sér klærnar og hann er aggressífur ökumaður. Þannig að ef hann sér glufu þá dýfir hann sér og reynir framarákstur. Hann hugsa svona eins og Senna. Þetta er náttúrulega... Og einu þess að, hvernig var þetta Senna-kotið? When you no longer see a gap, you're no longer a racer, eða eitthvað líka. Já. Þorsteinn er racer, hann sér gapið. When you don't go for the gap, var ekki svoleiðis. When you don't go for it. Sjáum til, hvað gerist. Það var bara líka margt eftir að spila inn í þetta eins og sé. Það er hálftími búinn að 2 tímum, svo hvernig er úthaldi, hvernig verða menn í kollinu eftir 1 tíma. Þetta er 1,5 tíma. Kannski þurfa einhverjum að fara á klósetti eða þurfa að pissa. Það er ágætt. Þótt er ekki það verið dýrkeyptar í þessu sporti. Ég lenti í keppninni í gær. Ég lenti í alvöru pitstoppi. Það var í fyrir seinna pitstoppi. Það var 2 pitta strategía í gær hjá okkur og hjá mér og rétt áður en ég fór í seinna pitstoppi þá bara færðust allt inn petalinu, dutt úr sætunni sem voru í. Ég þurfti að renna mig fram í sæti til þess að ná á bensíngjöfina. Ég náði hann að kalla á konuna
og það kom að ég að fara í Hannes pit. farin í pit og Það var alveg pitstop, við lögum pitanana meðan ég var í pitstopi. Jón Egill fer ekki í pit, hann ætlar að taka 5 hringi en Hannes farin í pit. Þetta mjög áhugavert. Þannig að Jón Egill komin í forystu. Aðrir ökumenn fylgja inn í pitinn, Davíð Rúnar og Diego. En Jón Egill hérna með eitthvað master strategy í gangi? Yes, kann segja eitthvað það. Dekkin hans eru fín. Ég tók eftir því að dekkin hans Jón Egils voru minna slitin en hjá Hannes, þannig að hann að gera eitthvað rétt hérna, sko. Það er spurning hvaða tíma hann að setja. Síðustu hringur var 8:23 og síðan þar á undan 2 hringir 8:19. Já, og getur haldið sig í kringum 8:25 kannski. Þetta mjög fólk. Þá hann í góðum málum, sko. Hann að taka 5. hring án að pitta. Já, hann að keyra, fór allir aðrir inn í pit. Það mjög athyglisvert að hann skuli ná því. Hann lítur að vera hann að spara bensinni. Það lítur að vera. Já, þetta alveg mjög óvænt sem þú segir. Hann Hann kannski búinn að reikna það út að hann getur tekið einu pitstopi færra með því að taka alltaf 5 hringi. Já. Það lítur að vera eitthvað svolítið pæling í gangi, sko. Já. Þetta interesting. Það má ég að segja að mál voru að flækjast og verða mjög áhugaverðari. Þetta frábært fyrir okkur hérna sem að horfa á þetta því að... Algjörlega. Hvað segir chatið? Eru búin að reikna út hvað þarf mörg pitstop og hvort það sé hægt að spara pitstop á 5 lap strategy? Einhver tölvunar þarna sem getur vippað þessu upp í formúlu? Engin pressastrákar. Þetta hérna... Já, en þetta food for thought. Hvað þetta margir hringir sem þú taka? Ég bara flabbergastur á þessu. Já, þetta eru 3-4. Og það engar aðrar baráttur í gangi eins og En já, það ánægilegt að sjá Jón Egill hérna leiða keppni á Biko Godzillunum sinni. Datsun Biko bílinn. Þetta interesting. Hannes fór aftur á hörðdekk og allir toppaukumennir í topp 5 gerðu það. Þannig að það enginn búinn að fara í medium nefnhá þar. Já, þetta verður áhugavert að sjá. Ég ekki alveg að sjá hvernig þetta á að vera betra. Þetta stóra spurningin, sko. Eina sensið sem að meika fyrir mér að gera þetta væri ef þú gæti spara 1 pitstop sem 30 sekúndur. En tekja tíma í keppni þá máttu ekki tapa neitt rosalega mörgum sekúndum að hring til að hvort þið tapaði. Ef hann 5 á hörðu þá getur hann hugsanlega en þá að taka 4 á mjúkum þá hann að spara sér pitstop. Já, ég meina, Hannes nú þegar búinn að taka 2 sekúndur af honum að keyra náttúrulega hraðari á hérna nýjum hörðum dekkjum. Þannig að... Já. Þetta áhugavert og það verður bara þessi hringur, sko. Svo hann komin aftur á... Hann svo búinn að taka mikið meira á hann þetta. Hann náttúrulega hálf mínúta pitið. Já. 40 sekúndur. Sýnst mér. Ef þú sérði hérna tímana nú í Hansó. Það er 8:15 og 8:55. Það eru 40 sekúndur. Já, þetta verður mjög, þetta áhugavert. Það er gaman að menn sé að reyna eitthvað nýtt og brjóta þetta upp. Það sé ekki allir að gera það sama. Við sýnist Dimmi vera að gera aðra allhaugu að Bingo Bjart. Já. Það er bara þannig 7. sætið. Hann liggur hérna í slottinu á honum og hvernig þetta við sjáum tölurinn til framárasturs. Mjög ánægður að sjá aksturinn hjá stráknum. Hann að standa sig vel á vettinni. Heldur betur. Algjörlega óvæntur inn að veru. Það er ekki búist við. Þetta nafn sem ég þekki ekki og ég átti ekki vona á svona framúrskarandi frammistöðu frá nýliða í mínum huga. Já, hann nú búinn að keppa áður. Þannig að hann hefði ekki verið að keppa á síðustu 2 tímabilum. Þá var hann að keppa í fyrra.
Það að gera að fá manni til Þannig að að hann hefur keppa alveg aftur. smá reynslu, var að keppa í T2 og átti alveg góða keppnir. En aldrei hefur hann keppt í T1 áður og að mæta hérna bara og vera að berast í 7. sæti. Það bara meira gera en segja. Já. Svo bara að gera líka hvetja alla til að taka þátt. Nú að geti 7 tímabil byrjað næsta haust. Helst bara hafa það mikið áhuga á mikið af fólki sem vil taka þátt að við verðum bara neyðast til að hafa 4 deildir. Það væri alveg frábært. Ég veit ekki hvort að Guffi hafi gott að meira álagi. Það var bara ágætt að við séum að pröfa að gera þetta án hans í kvöld. Algjörlega. Og það ekkert að því að menn skipta svo milli sín og þetta á ekki alltaf að lenda á einu manni hvort það er ekki sanngjarnt. Það rosalega pressa í gangi hérna. Mér gefur ekkert eftir. En já, það nú tilefni til að senda þakkir og kveðjur til að Skuffa sem að keyra hérna á Braut núna. Hann sá sem að stendur fyrir þessu öllu og ástæðan fyrir því að Gran Turismo samfélagið til. Og hann náttúrulega ekkert annað en stóran heiður og þakkir skilið fyrir að plana og skipuleggja heilt tímabil og gera þetta í mörg ár. Já, þannig að menn þeir hérna týna það ekki upp á götunni. Herru, já, nú alltaf að kíka. Já, nei, já. Passa sig fyrir aðeins út af grassið. Tæpur var hann. Hann svolítið lúsandi inni, sko. Hann og svolítið shaky útkersla þarna hjá honum Bingo. Hérna koma þær í skálina. Já, þetta er seinni skálinn. Þetta er fyrri skálinn. Þetta er fyrri skálinn, já. Já. Svo tekjum við Hreiðarsskálinn. Það var ekki tíma einla. Jú. Þetta er löngkjarni hann. Já. Komið 5 nenni. Það er ekki áskilin dekkjaglits, það er raun og veru harddekkjum. Alltaf lítið slitið með 4 hringi, segir hérna Dr. J. Já, við getum líka, það smá eltinguleikur hérna 12. sætið. Það hann Olsenlokan eða hann Yngvar sem að elta Dodda. Þetta líklega, ég hef náð mikið að staðfesta að hann kominn, hann er náttúrulega búinn að pitta, það náttúrulega hreinu. Hann pitta eftir 4 hringi þá er líklegast að hann hafi, hann tók 4 hringi á 3 hringi medium. Já, býtum nú við. Ég sérði hérna, nú er Ásgeir, hann kominn í 9. sæti. Það kostaði hann að taka hann auka hring. Þetta er að kosta hann helling. Já. En hann er náttúrulega búinn að fyrir pitt, þannig að... Já, nú er það vandamál búið. Og nú var hann að vinna sig aftur í gírinn. En hann er búinn með medium stundið sitt, sko. Hann er búinn með... Já. Hann getur ekki farið eftir medium. Það passar. Hvað er Guffi? Já, ég held að... Nei, herru, Dimmi er komið fram úr. Já. Sko til að missa þessu. Hann hefur gert smá mistök, hann Bjartur, því að hann fekk líka refsingu, sérðu, hann greinilega á skítum dekkjum. Já, hann komið smá út af þarna. Já. Hann á ekki mikið bensín eftir. Hann þarf sannlega að fara inn á þessum hring. Já, mig grunar það. Nei, við erum að rugla. Það er Dimmi sem á lítið bensín eftir. Ekki... Já, Dimmi, já. Hann þurfti líka að fara inn eftir 2, þannig að nú er búinn... Já, akkurat, passar. Þannig að það er komið tíma á hann núna aftur. Jæja, þá er Jóna farin í pitt og... Hvað kemur hann út? Fylgjast með því? Hann kemur út í 4. sæti, hann tapaði 2 sætum. Já, þetta spilar, það segir náttúrulega bara ekki neitt, þetta er hérna provisional, eins og ég segja í formúlunni. Þetta er að spilast út þegar allir þurfa að taka sín hlé. Þetta er mjög áhugavert. Við höfum ekki því miður nægilega góð yfirsýn yfir þessa hluti. Það vantar tæknimenn sem eru bara að stúdera þetta. Hann var í öðru sæti þegar Hannes og allir hinir fóru í pitt, tók einum hring lengra og er núna í 4. sæti. En ef þessi aðtekið hans er að spara hann 1 pitstop sem... Það hlýtur að vera
markmiðið. Já, það náttúrulega, ég bara vissi eiginlega ekki að það væri hægt að fara 5 hringi, þannig að þetta svolítið nýr vinkill á þetta og þá það sko 40 sekúndur. 40, já, að minnstakosti, þannig að þetta sko þó hann sé fyrir aftan núna, það getur komið allt skila sér tilbaka þegar aðrir þurfa að pitta aukalega. Ákvað Daniel hérna með komment í chatinu. Það segir, ég held að Skeiri sé með dekkjaglits og hafi í raun og verið á harddekkjum. Allt og lítið slitinn meðan við að vera 4 hringi á gamlu metrum. Já. Þetta eitthvað sem við setjum bak við að og þeir voru samt kíkum á. Já, við var samt að hugsa þetta þegar hann var að klára 3. hring. Því að þá voru dekkin hans mjög slitinn og meira slitinn heldur en hörðu dekkin hefðu átt að vera að mínu mati. En menn eru grimmir á dekkin, ég get ekki fullyrt þetta, en samkvæmt því að mínu mati þegar hann var búinn að klára 3. hring þá var það ekki glits. Ég held ekki. En við sjáum bara til. Það einmitt að ræða þetta rétt áður að hann fór fram með pittunum eftir 3 hringi. Komur óvart að hann ekki pittað með hvað dekkin voru slitinn. Það er kannski bara þurft að keyra ekstra varlega 4 hringinn en það komið niður listan. En við sjáum til, þetta kemur allt í ljós. Bara það 9. sæti, Ívar Eyþórs að pressa á Ásgeir. Kári líka hérna, byrjar að nálgast að Ingo, hann Bjart sig ég. Það er alveg rosalega að vera með fólk með Maggi á skjánum en heiti Bjartur. Þetta er smá, maður að krakka þetta. It's a glitch in the matrix. Ívar, varstu að tala um Ívar og Ásgeir? Já, það var hann aðeins búið að auka spilið. En ég held að Ívar sé eitthvað að spá í þessu. Það rétt tæpa sekundu fyrir aftan á sér. Töluvert léttari bíl en nýja töluvert meira einum dekkjum. Það er svona ró yfir þessu öllu eins og staðan er. Já, það er svolítið skemmtilegt. Mér finnst þetta svolítið skemmtilegt núna. Það er þessi strategía, fólk er að mismunandi í þessi strategíu, hvenær þeir taka mjúku og hvenær taka hörðu og það riðlar náttúrulega listanum meðan á stendur og við fámurinnum ekkert kannski endilega að sjá það spilast hvernig strategían muni spilast fyrir fólk fyrir bara síðustu 2-3 hringina. Svo búin að veit hefði athygli að Jón Ægir fór á medium. Jón Ægir fór á medium? Nei, ég var ekki búin að veita athygli, það er áhugavert. Nei, hann að nálgast Diego og Diego að nálgast Davíðuna, hann bara komin í færi og bara við það að detti í sniftrým. Kári líka ná honum Bjarti. Það að fara að myndast hérna hörku barátta annað til 4. sætið. Jón Ægir alveg að nálgast á, hann ennþá 5 sekundur aftan á en hann á glænýju medium, þannig að maður búast við honum fljótlega. Já, nú síðan hann, sko, þetta svolítið líka áhugavert. Jón Ægir, hann ætlaði sér örugglega að fara 4 hringi á mediumdekkjunum því að hann setti alltaf mikið bensín á bílinn meðan hann ætlaði kannski bara að fara 3. Þá myndir bara setja bensín fyrir 3 hringi. Þannig að... Já, það er ekki skaplega athugað. Þetta verður áhugavert að sjá hvað verður úr þessu strategi hans. Já, þetta er alveg nýtt. Þetta er eitthvað sem engin annar held ég hingað til hefur að reyna. Og hann að draga mikið á núna. Þetta er hans hraði. Kaflinn á þetta ekki núna alveg príma. Búinn að hitta það eins upp og gripið alveg eins best að verður. Á þessu kafla sérstaklega þá skilar það sér. Nú það Diego líka að hugsa að vera nálægt Davíð Rúnari þegar fann á langa beinakaflan því að ef hann að drafta hann þá getur hann hugsanlega að tekið fram úr. Og hérna Diego, hann er að komast í drafti hjá Davíð Rúnari. Hann samt ekki að með ógætt hann eitthvað rosalega hratt eins og staðan er. Nei, það verður spurning hann þarf að ná að vera í draftinu fyrir langakaflan. Hann nærði ekkert að fara fram úr,
aðalatrið að vera í draftinu fyrir langakaflan, það alveg, sko, þú færð ekki fram úr það nema tímasetja draftið, ef hann fer of snemma fram úr, þá getur ökumaðurinn basically bara farið fyrir aftan hann og drafta hann tilbaka og tekið aftur fram úr, við horfum á það gerast. Já. Og þetta tricky að halda sér, best að hafa svona, ef þú hefur vissa fjarlægð sem hún að minnka á réttum stað, til dæmis eins og synd, rétt áður að þau fara niður hæðina, ef þú getur verið komið fram úr rétt þar áður, þá ertu ekki að fara að missa hinn aftur fram úr þér, en ef það gerir svo snemma þá getur það bara bitið í rassinn og fengið það tilbaka. Algjörlega. Það ein gæti. Ég reyndi eitt skipti þegar þið vorum á æfingum, þá staðinn var að taka fram úr í fyrsta drafti, þá bömpaði ég bílinn og reyndi svo að taka fram úr í seinni bylgjunni. Ef þú skilur mig. Já, og fróðleiksmáli frá Grétar Gunnarsinni. Þegar við tölum skálina, þá það karusell, svo stóra, og svo minni kleine karusell. Grósi og kleini, eða bara karusell og kleini? Já, nú fer hann í kleine karusell. Já, og núna hún ögurstundu, hann verður að ná að halda á sér í draftinu fyrir þessa síðustu beygju. Já, þá getur þetta getur orðið skemmtilegt. Já, hann inn í draftinu, það bara þannig, og hann nú þegar að sogast að honum. Þannig að nú verður þetta spennandi núna, sjá hvað. Já, hann gæti þurft að halda aftur á sér til að tímasetja það, en mér sýnist þetta í góðu lagi ennþá, þetta gæti bara smallið hjá honum. Hann bara spennir þetta að ná í því. Jú, þetta að gerast. Já, svo kemur niðurbrekkan, sko. Þetta tæft. Það kraftur í súprinni, þeir eru orðnir jafnir, hann komið fram úr, hann með inn í línuna, sjáum hvað gerist. Hann fór snemma fram úr. Þetta hafðist, vel gert. Diego komið fram úr, hann tímasetti þetta fullkomlega. Þetta virkilega vel gert. Datt fyrir fram á hann, rétt á hann eða beigði niður og útilokaði að Davíð Rúnar geti returned the favor, eins og segði Sveinbjörn. Það var svolítið eins og Davíð Rúnar, hann reyndi ekki mikið að verjast innri línunni, sko, sem náttúrulega auðvitað línan til að taka fram úr. Hann hefði átt að reyna að senda hann út fyrir sig, en hann gerði það ekki. Komið svolítið óvart. Það lengri leið að fara út fyrir akkúrat þannig að þú ferð upp á hæðina og svo kemur fyrir niður. Það lengri leið að sjálfsögða að fara utanverðu. Og það leit erfiðari, þannig að kom svolítið óvart að Davíð hafði bara leyft og opnað gluggann, sem hann segir. Já, bilið í Jóna búið að haldast meira og minna allan hringinn í rétt rúmum 4 söngum, þannig að hann ekki að nýta sér það nægilega að vera á medium. Já, hann kannski líka, við getum ekki fengið þessu uppsöku, hann kannski líka hann fjúlsefa, sko. Já, ekki að hann þarf nú endilega ekki fyrir 4 hringi, en já, hann þyrfti kannski, já, sko. Hann fór 5 hringi á hann og hugsanlega þarf að fjúlsefa fyrir það, en nú hann á mediumdekkjum. Sko, ég trúi alltaf hann að reyni 5 hringi á mediumdekkjum. Ef hann taka 5 hringi á hörðum, mér reyns svo til að þetta séu hugsanlega 14 hringir, þá það 5, 5 og 4. Já, Jónæ. Það Bingo Bjartur dottin út. Æjæ. Við veitum nú ekki hvað kom fyrir, en hann farin úr keppninni og við bara þakkum fyrir hans þátttöku. Já, það var hressandi. Og rétt að segna hvað gerist. Hugsanlega tæknilegir örðuleikar. Eða já, Rage in the Cage. Það var gaman að hafa hann á brautinu meðan var og hann stóð sér svo sannarlega vel. Já, hann aðeins búinn að vinka beilið núna. Jóna slætar. Hvað finnst þú að horfa á það? Ég núna að horfa á Jónægi. Ég að fylgja svolítið með dekkjunum hans. Því að ég held að hann sé að reyna þetta sem ég að tala um. Ég held að hann að taka 4 hringi á medium sem engum hefur tekist að neinu, sko, með neinum árangri, skulum við segja. En ég veit heldur ekki til þess að menn hefur að gera 5 hringi. Til að brjóta dekkin rétt inn. Já, bara hann er að gera, sko. Þegar núna hann að minnka bilið hratt, en áðan hélt hann bilinu í heila hring. Núna hann strax búinn að droppa heila sekundu. Þannig að hugsanlega var hann að því að sko að þú keyrir mjög aggressíft strax á dekkunum, þá slítur þau hraðar
og þá sem sagt basically byrjar að slíta þeim og þau halda áfram að slítast hraðar, en ef þú keyrir mjúkt inn þá slítast þau hægar og endast lengur. Þannig að við sjáum oft Evu og Hannes fara ekstra varlega fyrsta hringinn, en það oft bara til að hita dekkin upp og hugsanlega voru við bara akkurat að horfa á það gerast, ég veit það ekki, en þetta áhugavert. Mjög svo. Nú sjáum sko, þeir eru núna, við reynum að aðtúa þetta hérna, þeir eru núna Hans og sem fremstur. Hvað hann kominn? Það að vera 7 mínútur, já, þetta eru, ég ekki alveg viss með þessu endurance race. Það er 1 klukkustund og 6 mínútur eftir. Hvort þetta verða 14 eða 15 hringir. Það er svona áhugavert að Diego að keyra á sömu tímum og Hannes síðustu 2 hringi. 8.14 og 8.15 og bilið það aðeins búið mýka bilið frá því ég leit síðast á tíman. Þannig að hann að gera gott mót í öðru seti. Og það nú líka alveg þéttu pakki hérna í öðru til 4. setis. Já, það þéttist heldur betur. Hannes í þægilegri stöðu, hann með 30 sekúndur á alla ára eða á annarsætið og þeim meira á næstu. En það heldur betur lítið bil á milli annars, 3. sætis, 4. sætið, svo aðeins bíl í 5. sætið, en annað til 4. sætið. Þetta á svona löngu hring og á 7. hring þá þetta alls ekki mikið bíl. Nei, þetta ekki mikið. Þetta bara, þú veist, ein mistök í beygju bíl. Akkurat. Ekki mikið meira og það er auðvelt að gera mistök á slaufinni. Við erum nú búin að sjá nokkur mistök hér í kvöld. Aðeins að renna hérna bara yfir stöðuna, leiði bara myndunum að tala sínu máli. Dimmir hérna í 7. sæti, hálfmynda í næsta bíl fyrir framann og hálfmynda fyrir bílinn fyrir aftan. Og við Þórð á Mustang, það er svipað í honum, það er hálfmynda náttúrulega í dimma sem var að minnast á áðan, en það eru 12 sekúndur í Ásgeir. Já, Ásgeir hann að það er, ég held að það sé nú ekki, herru, nei, Ásgeir er komið vélaskemmt. Hann er komið vélaskemmt og hann er sko á mikið eftir. Já, það er frálslegur astur hjá honum Ásgeir í kvöld. Guffi, hann er hérna með sinu besta hring núna. Birtist akkurat á skjánum. Hann ætti nú að ná honum Ásgeir núna hæglega á þessu hring. Það dregur hérna bara 200 slutu sekundu. Já, það bara fór sekúnda hérna bara á nokkrum að tímanum hjá honum í 2 beigjum. Ásgeir er ekki í... Já, þetta er rosalega leiðilegt að lenda í þessu. Ívar væntanlega kemur líka. Ívar er búinn að pitta núna, hann er búinn með sko, Ívar er þetta pitta bara strax eftir fyrsta hring. Ég sé það núna á hringatímanum hans. Þess vegna er hans bensínnotkun og dekkjanotkun svolítið skrítin og er ekki í takt við hina. Að mér sýnist. Hann var að pitta hann er á 9 hringa á hörðum. Herðu, hann er Bígó, Sam og Jónaður, hann tók 5 hringi á hörðum. Þeir tveir eru með aðra strategíu en aðrir. Já, þetta sjá hvað þetta er dýrt fyrir Ásgeir, hann er búinn að tapa hérna 12 sekúndur bara hérna nokkur beigjum og komin í síðasta sæti. Blessaður, þetta er ekki skemmtileg aðstæða með í. Þetta er dýrt. Hann kostar hann pitt, hann er á hörðum, hann þarf að fara inn eftir 3 hringi. Þetta kostar hann líklega að auka pitt bara overall í keppninni. Ekki gott. Kíkir svo hérna fremstu stöðuna, hérna Hannes, hann siglir sinn sjó. Öruggur akstur, alveg til fyrirmyndar eins og vera að bera á Íslandsmeistaranum. Með hálfsmínuna forskott á Diego. Hann er búinn að fara í 1 pitt, hann hefur byrjað á hörðum, tók pitt eftir 4. hring og er á hörðum hérna, er núna á öðru hring.
á hörðum dekkjum. Hann hefur stundum farið illa með dekki sín. Mér finnst það nú svolítið slítið Nei, hann er náttúrulega á 3. hring fyrir ekki. En þá er það kannski svona nokkuð eðlilegt. Við sjáum hann fyrir aftan, hann er Davíð Rúnar. Hann er búinn að Þeir eru bara aðeins búinn að slitla bíl á milli þeirra. Komin í 3 sekúndur. Jón Ægir svo fyrir aftan hann. En Jón Ægir hins vegar X-faktorinn í þessu, finnst mér. Hann er Bíkó menn hafa greinilega kokkað upp eitthvað nýtt sem aðrir hafa ekki fundið því að þeir eru að taka augljóslega 5 hringi á hörðum og nú er mjög forvitnilegt að sjá hvað þeir gera á mjúkum. Þetta finnst mér verða nokkuð spennandi. Hann er að klára núna sinn nú þarf ég aðeins að reikna hann er bara að klára hérna hann er hringi sinn á mjúkum. Þannig að hann á nóga bensín. Þá þarf hann bara að láta dekkin duga. Trúið nú ekki að hann taki 5 dekk á mjúkum, en þetta er X-faktorinn í toppbaráttunni, það er Jón Ægir, því að hann er greinilega að stefna því að taka 4 hringi á medium. Ég sé að hann tekur líka mjög varlega, hann er að short shifta, þegar við skoðum hennar benskjöfunars, hann fer varla yfir miðju á snúningunum. Þetta er Bíkó málið mikla. Já. It's a mystery. Þeir hafa fundið ykkur hann í timburdillinni Bíkó, ykkur nýja leið. Náði í plankastrekkjarann og teygðu úr dekkjónum. Endingartíma dekkjana. Mér sýnist þarna vindskeiðin hafa að fara í plankastrekkjarann. Með maski og stór. Herðu, svona til með þess að þetta er síðasta keppnin í GT Sport og síðasta keppnin á þessu tímabili. Síðan verður næsta tímabil keyrt í GT7 og í til með þess að það komið sumar bara á morgun. Þá segi ég bara skál og takk fyrir gott tímabil allir sem hafa verið að keyra og horfa. Já, takk sömuleiðis Unnur. Takk sömuleiðis, þetta er búin að vera rosalega skemmtilegt tímabil. Því ég var reyndar að sakna þarna í nokkra keppni. Ég ætla líka að skála við þig. Ég ætla með hérna óafengan pilsner. Og allir til allar þeir sem eru að horfa. Takk fyrir tímabilið og vonið hafa gaman að. Algjörlega. Það er klukkutíma eftir að gleðinni. 1,5 tími í sumardaginn fyrsta. 1,5 tími í sumardaginn fyrsta. Já, þegar keppnin er búin þá verður bara hálftími í sumardaginn fyrsta. Já, það er nú kveðja veturinn. Heldur betur. Kominn tími til. Með stæl, með frábæri keppni, frábæri braut, góðir ökumenn. Já, svo yndislegt að maður getur tekið grillið fram og flippað á burgurum og fengið sér kalda með því í góðu veðri. Það er bara... Við erum löngu byrjað á því hérna í Reykjavík en Akureyringarnir þurfa að bíða alltaf ekstra mánuð. Veinir, við byrjaði því líka hérna. Ég er búinn að taka 3 í grilli. Já. Það er alltaf saman samkeppnin. Það er alltaf gott veður á Akureyri, veist það? Já, það er alltaf gott á Akureyri. Lognið hreyfist bara mismikið. Algjörlega. Ég ætla að skoða hvort það sem við barátta henni í boði. Já, endilega. Ég er svolítið svona að fylgjast með hérna öðru til 4. sætis. Þeir eru þarna, það munar bara 7 sekúndum á öðru og 4. Og ég er líka hérna mjög spenntur að fylgjast með Jón Ægi og dekkaeyðslunni á honum. Þetta er mjög forvitnilegt. Já, bílið er að haldast. Það er ekki að vinna það mikið upp núna. Það er búið að aukast aðeins frá því áðan. Ég sé að Dimmi líka, hann er á 9 dekkjum. Hann er nálgast Þorstein. Já, það er kannski að mynda smá barátta þar. Hann er með smá sekt á sér en það er nóg eftir til að leyfa henni bara að fjúka. Já, já. Þeir eru líka bara rétt að byrja beygjukablana, sko. Það gerist yfir nú ekkert mikið, sko. Það snýst svolítið að halda sér í í kjölsvæðinu að langakablanum. Það er svo, við erum búin að marg ítreka hvað er erfitt að fara fram úr nema menn gerir mistök. Við erum búin að fara 2 hringi á sínum dekkjum og þeir aðeins meira 1 heldur en dekkjum hans Þorsteins. En hann er á hálfum tang og meðan Þorstein er á næstu í fullum tang, þannig að dugar gott silunum vel á beinikonunum. En hörð dekk á öðru hring eru bara hefi næs, sko. Já. Það er... Hann er ekki nefnum dekkjavandræðin þótt að sé fyrir að sjá aðeins á þeim, sko. Það er ekki fyrir að 3. hring svona þegar það byrjar að líða á hana og fara maður aðeins að finna fyrir þeim.
laga aðeins á Davíð Rúnar en það ekki neitt sem heitir Skulum fara aftur hérna að fylgjast með honum dimma hann náttúrulega komin alveg í stelið já Góður í skottinu á honum Þorsteini já en það skortir pláss sem við talum að það er ekki átunum virðir en við erum að taka fram að Ragnar Egils tók alveg rosalega framúrakstur í gær sko sem sko það er maður bara fær fyrir hjarta að horfa á það en það tókst hjá honum og það var hann fór fram úr honum Jóni var í það þarf grande cojones í hárhraða framúrakstur á snöðunni það er svolítið þannig já þetta er bara eins og að lappinn á eitthvað kasínó í Vegas og henda góðri fólk á borðið þú veist að taka áhættu eins og sögðu hann komur smá út á þennan dæmi þú veist, að vera samhliða öðrum bíl sem það er alla pláss fyrir báða bíluna að hlýna okkur með öðrum í beygju á 200 þú veist, bara svona þú veist, ég myndi að vera að gera það í kvalfyrinum þú er ekkert rosalega rólegur það er bara, já, allt í gutti hérna en þetta er yndislegt, þetta er adrenalín-kick og hann lofa einhverja ökumenn sem er að keyra í og keppa í simracing að púlsinn á þeim, hann er alveg að fara upp í 180 ef ekki herra því að þetta er bara, þú veist hjartað fer á stað og maður sviknar bara og stífnar allir upp sko þetta it's wonderful þegar hann Ívar kom inn í skotti hjá hann Guffa þegar ég ætla aðeins ég ætla að fá að bregða mig frá þú á ég að hafa, hvað myndir þú vilja að horfa bara í nokkar sekúndur horfum á Guffa og Ívar horfum á Guffa og Ívar höfum svona, kemur að verðum spil já þetta er áhugavert hvað þetta Ívar fara að gera sig sýnilegan hann er rétt fyrir utan þeirra fjarlægðar sem það þarf að vera til að ná slipstream það þarf að vera svona 0,750 þá er hann að tikka niður tíminn en ef hann er fyrir utan það þá þarf hann að treysta á sín eigin kraft og ekki aerodynamics það er þess að beygju sem við komum hérna þetta er bara allt flatt, ekkert lift má þarna og nú þurfa það að bremsa vel niður, kröppbeygja ef þú ert nálagt þá er þetta tækifæri til að taka fram úr eins og við horfðum á hér áðan og núna koma þau í karúsell þetta er stærri skálinn en misti ég einhverju og Hannes er komin aftur í pit Hannes er komin aftur í pit einmitt já ef við sjá hvað hann kemur út við langar að fylgjast með því já, tjekka því þetta getur að spilast inn í hvað munar pitstop ég veit ekki hvort Jón Ægir getur náð Hannesi en hann myndi ég segja með þessa strategíu hann tryggja sér annarsætið nokkuð en þess að reynist Diego fyrir líka inn já, það er áhugavert Diego og Hannes eru búin að vera að keyra bara, já, hratt síðustu 3 hringi og Davíð, sérðu, núna er Jón Ægir komin fremstur Davíð Rúnar rétt þar fyrir aftan já nei, Jón Ægir fremst nei, Hannes heldur í en Jón Ægir er nálægt það munar 5 sekúndum tæpum Hannes er bara það hraður hann er að vinna Jón Ægir þó að hann taki einu stoppi meira það sýnist mér eins og staðan er en eins og við segjum Jón Ægir er á öðru strategi það er alveg pælingar í gangi hann er að taka 5 hringi það þarf vissilega á 5. hringinum en stóra fyrir mun að græða það einhvers annars staðar býtur við það er einhver mistök í gangi já, hann er að bjarga í svona nokkurnu veginn
risky situation. Hann að fara núna, hann að byrja 4. hring í sem medium, það er sem ég held. Það skil ekki alveg okkur hann með svona mikið bensín. Hann hefði ekki þurft að hafa svona mikið bensín, sko. Ég einmitt að hugsa það líka, hvernig hann svona mikið bensín ef hann að byrja 4. hringinn á medium. Já. En hann á 9. hring, hann tók 5 hringi á hörðum. Já. Ég trúi ekki hann að taka 5 hringi á mjúkum. Það græðir held ég ekki á því, ég ekki alveg viss hvort þetta verður 14 eða 15 hringir. Það er að keyra á fínum tímum, sko. Þetta verður ekki 15 hringir. Já, hann náttúrulega á mjúkum, hann nætti að keyra á góðum tímum. Hann ekki búinn að vera að vinna upp bilið mikið. Ég neita að trúa því að Jónæ taki 5 hringi á mjúkum, það er bara, sko, það er næstu ómögulegt að taka 4 og ef hann gerir þetta á skikkalum tíma þá var mikið hrós skilið. Já, þetta er ekki auðvelt viðfangsefni sem hann er núna með framöndan. Þessi hringur verður viðbjóðslega erfiður. Því að þetta er mjúkudekkin. Það tekur 5 hringi á metið, maður ánum skott að hann fái pitstop fritt, sko. Já, hann gerir það, með því að taka 5 á hörðum, sko. Ég get séð fyrir mig að taka 5 á hörðum. Þau eðast mikið síður. En mjúkudekkin, þegar þau fara, þá fara þau. Þá er bara farið. Fuel save, er það ekki til að ná 5 hringum? Já, hann að gera það. Og það er ekki fuel save til þess að 4. Þess að skil ekki á hvernig sem geta. Hann er basically að minnka kraftin á sömu stöðum. Já. Og skipta snemma og svona ýmislegt. Ég veit ekki hvort það sé að breyta fuel map eða hvort það er bara að skipta snemma. Bæði. Það sé ekki bara bæði, sýtti það hvoru. Já. Það eru vissi staðir í brautinu sem að ef maður getur hugsað margt í einu, þú veist, þá er ekkert að því að flippa fuel mapinu í að spara meira, þú veist, það fullt af stöðum þar sem þú þarf að renna í svolítið tíma og svo eru svona vissar beygir sem þú ferð ekkert frá þér í heldur en getur gert akkurat þarna og það er plenty í öllum fuel mapunum. Þannig að þú veist, það er hægt að vera smiður en þetta krefst mikilvæg athygli og hæfni. Það er að skamma mér að tala hérna illa Akureyri. Það er nú allt í góðu, sko. Ja, ég hef ekki neitt slæmt orð Akureyri. Nei, þetta er hérna... Við vorum að tala grill. The Dogs Driver, eitthvað... Og sumar. Óska eftir ég tala ekki illa Akureyri. Akureyri er yndislegur staður, það var bara... Segja, sko, bara good bandir, sko. Ég sætti hvað ég sagnarpinni yfir Reykjavík, sko, þegar að veturinn er dimmastur, maður vilja til þess að sé sólina þegar maður fyrir göngutími og klokkutími. Sér eitthvað sólahátti á Akureyri kallinn. Fjöllin, sko. Það er stutti á skíði. Sér ekki sólina að verða í brekku? Það móti ég ekki, stutti á skíði. Sér ekki sólina að verða upp í brekku? Hvað segir þið? Getur ekki séð sólina á hádeginu og verður upp í brekku, efst í fjallinu? Jú, potið, sko, ef þú kemst á einhvern hærri stað, sko, þá ættir að geta það, sko, en svona er það. Norðrið tekur og norðrið gefur. Alveg svo sleifan. Ég held að það væri fjallið. En það heitir hún Nordslæfi. Já, maður hafa gaman að þessu. Já, það er eitthvað nægt. 2 tíma í útsendingu. Það sem það er rétta er að bilið á milli Hannesar og Jónæs er 10 sekúndur. Já. Sko núna, ef Jónægir er að þriggja stoppa strategíu, þá á hann 1 stopp eftir og Diego og líka 1 stopp eftir. Þannig að hann er raunveru, ef hann er að halda þessu út á þess að gera ykkur afdreg mistök, þá ætla ég leið mér að segja það, að mér sýnir sem svo að hann er að stimpla sér hressilinn í annarsætið hérna. Þetta verður gríðarlega áhugavert að sjá hvernig spila stóru sig, því að heilinn á mig fer alveg í flækju að hugsa þetta. Ég skal bara sjá það. Sko. Og þá er líka eins og í liðsfélaginn hans, hvar er hann? Hvar er hinn MS-bílinn?
Hann búinn að vera að gera, hann Ívar búinn að vera í ykkur óöfni, hann var ekki svo langt fyrir aftan Kára rétt á hann. Og hann í 8. sæti og alveg 50 sekundum rúmum fyrir aftan Kára. Það engin strategi að nær því tilbaka. Guffi. Ásgeir var nú hann í öðru sæti tímabili, hann átti að kosta hann auka pitstop og vegna vélaskemmdar og hann þurfti að taka mjög hægan hring og sjá það kosta hann 2 mínútur þessi skemmd. Þetta rosalegt og hann eitthvað búinn að vera dansandi út af hann því að líka næstur hringur líka slemmur hjá hann. Eftir að hafa byrjað mjög vel þá hefur CEO gæflíðuna hjá honum. Hún Ásgeiri ekki hans dagur í dag. Það bara svolítið svoleiðis, það ekkert gefins í kappakstri. Nei, slaufan hún sérstaklega þessari braut. Sérstaklega mikið og það bara svo, ég veit ekki hvernig það sumir bara að vera ástofnir af slaufinu og læra hana utan af. Þú eru aðrir ökumenn sem að tengist ekki upp á sprautinu og svona og að muna þennan langa hring og þú veist it takes dedication og marga hlutíma. Já, þó maður ná einur hring líka, það segir ekkert þegar þú ert komin í 2 tíma kappakstur, þú eru að hafa hausinn alveg í lagi og það er ekki einhver einustu beygju sko með lokuð augun því að ef þú ert ekki þar þá gerur mistök sko á 3., 4., 5., 7. hring, það er bara tímaspursmál. Svo þessi braut, hérna fyrir við í Kleine Karussell ef þú ert að horfa á Diego, hvað ertu að horfa á? Ég núna að horfa á Dimma, hann alveg í skottinu á honum Þorsteini. Hann í 0,4, hann alveg í honum sko, bara aðeins að fylgjast með. Þeir eru að fara að nálgast núna, það eru örfáa beygjur í að þið farið á orðinni streit, við getum séð ykkur hugsanlegt framrækstur. Dimmin að halda haus, hann búinn að vera að keyra mjög hratt en innan milli gera mistök. Hann búinn að vera svona mistækur, hann búinn að keyra hraðarhringi og svo gera mistök, svo keyra hraðarhringi og gera mistök, þannig að nú þarf hann að halda haus, núna hann að koma í seinni í Kleine Karussell, þannig að það eru bara 2 afleiðandi hægri beygjur eftir og svo eru konur hann streit og þá sénsinn. Núna aðeins 1 afleiðandi beygja og svo beinikaflinn. Já. Og exit æskilegt en hann mjög nálægt honum. Já, hann hafði betra exiti líka sko. Já, það er spurning hvort að það sé of snemma í því en það er nákvæmt val. Hann vippar sér við hliðina á honum þannig að hann hættur að drafta hann þannig að nú það bara gömlu góðu Godzilla hesturinn sem þarf að skila þessu og þetta kannski akkur það sem hann þarf að fara ekki of hratt fram mér en með þessu, hann ekki ennþá kominn á undan. Hann með rosalega endarhraða, hann Þorsteinn. Já, Supran hröð. Hún mjög hröð. Hann hefði þurft að vera aðeins lengur fyrir aftan hann. Já, hann fór, en það er spurning þá hvort hann hefði bara þurft að fara þá aftan á hann. Þegar nú líka Kári, hann náttúrulega rétt fyrir aftan á, hann vonast örugglega eftir því að þeir fara að slást. Nei, þetta var flott stökk hjá Dimma beint í pittin. Já, hann var að klára 4. 3. Já, hann náttúrulega fór inn að því hann var skemmdur bíl á öðrum hring, þannig hann hans pit strategy í það 2 hringjum eftir á með flesta. Eða 1 hring. En dekkinn hans ekkert einn, hann búinn með bensíni. Bensíni var búið, sko, þetta eitthvað að riðlast til hjá honum. Hvað setur hann ekki bensín? Já, við þurfum ekkert að fylgjast með því. Það kemur bara ljós. Sjáum hérna hverju staðan hérna. Já, það er spurning hvort hann hafi gert mistök með að setja lítið bensín á bílinn. Já, gerði hann það? Það er nefnilega sem ég er ekki alveg aftur má, sko. Nei, þetta setur hausinn á mann alveg í snúning, sko. Maður veit ekki alveg hvað að gerast. Það er margt sem við þurfum að fylgjast með hérna. Jón Ægir, hann að halda Diego fyrir aftan sig 15 sekúndur. Hann þarf bara að halda honum skikkanlega. Diego og Hannes í fyrsta sæti jafn mikið og var fyrir 5 hringum, 30 sekúndur tæpar. Já. Það ekki breytt, þannig að þeir eru að keyra bara nákvæmlega hratt úr staðinn. Ég held bara Hannes, hann bara, ég held að hann sé bara svona, hann með hraðan ef hann vill það. Hann bara að sigla þessu heim. Ég held að hann sé bara þar.
Hann í þægilegri stöðu, það engin pressa á honum. Já, einmitt, og hann bara getur hort á hvað langt í næsta bíl. Ja, þarf þess, þá getur hann finnur hann 2 sekúndur, bara hann langar til þess, eða þarf á því að halda. Þannig ég held að Hannes bara að sigla sig heim. Já, hann pottþétt ekkert að ofkeyra eins og staðan sko. Nei, en það vilti heldur ekkert gera það. Diego Davíð Rúnar það bara slita milli þeirra. Og það Kári núna, hann að draga á Þorstein. Hann var 2 eitthvað hérna á streitinu áðan. Þeir 1,5 sekúndur núna. Og þeir eru alveg strategíu, þeir eru báðir með jafn mikið bensín og ja, alveg eins eyðsla á dekkjunum. Þannig að þetta núna bara hreinn slagur þarna ég veit ekki alveg hvað þetta 5. sæti, það kemur ljós með þessa pit-strategíu sem getur hugsanlega sett strik í reikningin. Ég held samt ekki, ég held að Dimmi hafi tapað á því að sjálfsögðu. Hann gerði náttúrulega, það var fyrir vel að skemmt. Það hlýtur að setja strik í reikningin. Ég tel að þetta sé slagur í 5. sæti á milli Þorsteins og Kára þarna, og Kári að draga á hann. Þeir eru búin að tapa helgist tíma og já. Þeir eru upp á það sko, hann var á medium dekkjum þegar hann byrjaði á medium dekkjum þegar hann skemmti bílinn, þannig að hann náði ekki að fullnýta þau og keyra eins marga hringi og hann hefði viljað á medium dekkjunum. Já, hann þarf að fara yngrein á fyrsta hring, þetta er 9.33, fyrsta hring. Dimmi sko, þannig að það var ekki eins, ég myndi að það hefur hringu 2 en það var bara strax á fyrsta hring. Þannig að það er náttúrulega eitthvað sem engin, það er bara auka stopp, það er bara þannig. Þannig að en Kári hérna, við skulum, já, ég held að sé hvað ekki annars staðar spenna í brautinni, og sjá, það er ekkert annað sem raunveru áhugavert í gangi, þá skulum bara fylgjast með Kára, eldast við að Þorstein. Og hann búið slitna aftur á milli þeirra, hann var komin í 1,2 held ég og nú komin aftur við 1,5. Það er nægur tími, þetta er sama sagan, við erum búin að segja áður, hann Kári þarf að komast í slipstream fyrir streitið. Já, þeir eru bara reynir alveg eins og þeir eru genið með sömu strategíu á pittunum og núna er þetta bara hvor er hraðari og það eru einhverju 3-4 hringir eftir. Sér ekki alveg bara hálfa sekúndu á honum síðustu. Það eru 4 hringir eftir, 14 hringir. Það eru 5-5-4. Þannig að ég hugsa núna fyrir Þorstein. Þá er þetta að taka sér og fara þetta á 2 stoppum, það er ótrúlegt. En ef það eru 15, þá gæti það, ég er ekki alveg búinn að, ég pröfaði ekki að keyra 2 tíma, ég veit ekki hvað margar hringi á 2 tímum. Varstu ekki búinn að gera það ekki? Keyrðu ekki 2 tíma í æfingum, alveg straight? Ég veit að það fær 11 hringi á 1,5 tíma. Akkurat, þess að ég segi sko, mér reiknast til þetta séu 4. Það er rétt strategi 4-4-3. Mér reiknast til séu 14 eða 15, ég er að hallast að 14. Ef ykkur hérna í spjallinu búin að taka betri reikning á þetta, þá væri vel þegið að fá þær upplýsingar frá áhorfendum. Þetta séu, þetta verður 14 eða 15 hringir. Svo er gott fyrir áhorfendur og spjallið að leggja höfuðið í breyti og velta fyrir sér hver er ökumaður dagsins. Það þarf nú alltaf mikið að ræða það held ég. Nema þá Jón Ægir fyrir að vera með þessa frábæra strategíu sem engin annar gerði, hvorki í tier 2 eða nokkur annar. Þetta er MS strategía frá Bíkó, nei þetta er Bíkó strategía, segi ég. Eins illa á mér við að Hannes fái þau velun ekki af því að hann er náttúrulega drægur þetta í alla daga sko. Ég er að segja það. Hann var ofta verðlauna the dark horse, þú veist, svona eitthvað surprise-y og Jón Ægir er alveg kandídat þar. Og líka að þetta er lokakeppni ársins, það mætti vera bara strategía dagsins og Ef að Bingo Bjartur væri ennþá í keppninni og þú veist, á því stað sem hann var á hann að gera góða hluti, þá væri hann kandidat en hann fór ekki eins og áhorfist, þannig að nú er að gerast þess að tala nú er Kári, hann er komin í slippinn, hann er búinn að naga af honum, hann er komin í undir hálfa sekúndu. Já. Og nú hann þarf að halda í þar, hann þarf að halda undir 0,75 til þess að vera í draftinu fyrir lokakaflann
og þeir eiga nú eitthvað eftir, þeir eru á milli karuselluna, sýnist mér. Það er að keyra 23 sekundum á hring hraðar en Kári, þannig að the pressure is on á Heldur betur. The heat is on. Þetta er rosaleg kafli þarna, þannig að hann að bremsa fyrir beyginu og jörðin hverfur svona undan manni smá stund, þá fær maður bremsuna og núna, Þorsteinn fann hraðan, hann er komin í sekúndu aftur. Sérðu, þetta er svo fljótt að gerast. Þetta er bara ein beygja, rétt exit, brems aðeins og seint og þá er þetta bara farið. Já, líka þú veist, þegar þú ert að keyra á 200, ef þú bara lyftir bensíngjöfum smá, þá bara horfur þú bara á bilið í aukast. Og það er kleine karusell, en þetta er náttúrulega synd, sko, því að Kári var sko 2,5 fyrir aftan hann þegar hringurinn byrjaði og hann næri svona í hálfa. Þetta er synd, hann var að reyna að hugsa það bara aðeins svo mikið af því að hann var komið svo nálægt, ef hann hefði bara haldið því þá var hann í kjörstöðu núna að koma inn á beinakaflann. Það er líka heldur grín að halda sér í kjölsauðinni. Jónægir fyrir pitt. Hún fyrir hann, já, einmitt, það stemmir, hann tók 4 hringja medium. Hann segir mig, já. Og hann, ég var að sjá hvað, fer út á. Hann fer á harðar hútur og... Herðu, hann gerði alveg rétt, hann gat ekki, hann setti alveg rétt bensín á. Þetta var misreiknað hjá mér. Hann veit alveg hvað hann gera að sjálfsögðu, mikið betur en ég. Þannig að hann gerði alveg hárrétt með bensínni. Núna er hann að taka hininn á Davíðrún og Diego sem eru framan hann kemur út. Þeir eru eftir að pitta. Þannig að þó hann verður fyrir aftan þá tekur hann núna, hann tekur bara sem þar, 4 eða 5 hringi. Herru, ég ætla að fara aðeins aftur að Kára. Nei, það breyttist ekki, hann náði ekki að vera í skottinu á hann. Þetta er áhugavert. Það er 16 sekúndur. Það er sjá, 16 sekúndur í Davíðrúnar og 14 betur. Þetta er 31 sekúnda frá Jónægi í Diego og mér sýnist sem svo að pitturinn sé 40 sekúndur. Þá er Jónægir 10 sekúndum undan raun og veru Diego þegar Diego tekur sitt pitstop. Þannig að þetta er að spilast upp í hendunar á Jónægi, þetta er alveg greinilega brilljant því að þetta er 40 sekúndur, þetta er náttúrulega grimmilega löng stopp, þessi pitstop. Aðeins lengur heldur en í Formule 1. Aðeins lengur heldur en í Formule 1. Já, en þessu staðan núna þá er Diego í öðru sæti og það sem að mér finnst ótrúlega áhugavert er síðan ég fór að veita athygli að við erum ennþá að keyra á nákvæmlega sömu tímum. Það er munurinn á milli þeirra er nánast búin að vera sletta 30 sekundur síðustu 5 hringi. Hvað er því? Það er consistency hjá báðum ökumönnum. Ótrúlega, en Diego í tölulegum orðum er að gera svona mistök. En það rettaðist slapp fyrir horni og hann tapar sannlega 4 sekúndur með þetta. Og láta það semst, svo ég líka við látum áðurhundu vita, við kannski vorum ekki minnst á það er ekki replay semst í boði hjá okkur í kvöld. Við hefum verið búin að nota það grimmt, það hefur verið í boði en því miður sold out fyrir sumardagi fyrsta. Við erum í nýju herbyggi, við erum í nýjan búnað, það er allt nýtt hérna og það var mikið stress að koma sér bara öllu í gagnið. eins og kannski þau eru vör við vitum ekki eins og við vissum ekki að því voru komin online, þá búið að vera svo mikið vesen á okkur að þau voru komin online, það vissum ekki að því. Þess vegna var kynningin svolítið svona endaslepp. Það er bara eins og það er. No excuses. Nei, þetta er bara eins og það er og það var ekkert skamma sín fyrir það. Þetta bara er lærdómskurva fyrir okkur alla. Þess að læra nýja braut. Það þarf að fara út af stundum. Við vita hvar mörkin liggja. Hann tapaði 3 sekúndum á þessum mistökum en Diego og það er bara vel sloppið. Já. Og hann er bara bæti í aftur. Já, það er haldast bilið á milli Kára og Þorsteins. Það er rokkandi á milli sekúnda og hálfsekúnda, 1,5 sekúnda. Svo ég er svona aðeins bendi á hérna með þannig að Dr. J sem var að horfa okkur á og nýmuna síðan þá að horfa að núna er sem sagt Davíð á 3. hring á hörðum og það sé ekki högg á vatni á dekkjunum. Ég sett að ef Dr. eða Daniel er ekki að horfa þá er hann að horfa á BMF.
Það er þannig. Hann er að horfa á bíða eða að horfa á skjáin og að horfa á þessa keppni. Í grunninn að sé að horfa á keppnina. Já. Og bara sendi kveðjur til hans út. Hans sárt saknað og þetta við séum í góðu félagskapina saman þeir. Nú erum við eiginlega bara komin í sama hérna, það er eina spennan á brautinni sem stendur svona í nálægð, það er Kári í skottinu á Þorsteini. Það er sama sagan, hann er að draga hann komin undir sekúndu núna. Þeir eiga mikið beygukafla eftir en sem stendur, það er ekkert að ræða einhvern veginn að stendur sig þegar kemur að beinakaflanum enn sem komið þér. En Kári er alltaf að draga á hann. Já, það er einhver kaflar sem komið í færi í að drafta. Það er einhver kaflar sem að þá kannski bara Þorsteinn er sterkar í og aðrir kaflar sem Kári er sterkar í. Þetta er það sem telurlega mest er að vera sterkur í exitunum fyrir löngukaflana. Já, Bensin er mjög stöðugur bíll og Supran er svolítið svona liprari en hún svona dansar aðeins meira, þannig að þeir geta hann svona nýst á mismunandi stöðum í brautinni. Já, það er einmitt máli og svo bara líka ökumenn eru búin að mastera hvern kafla fyrir sig. Supran hefur samt aðeins betri endahraða heldur en Bensin. Já. Mig. Það sást nú bráðan þegar þeir voru í brautinni á hverju voru það þegar hann var með slipstream en náði samt ekki fram úr. Komið í slipstream núna. Já, það telur svo lítið, þú kemur ekki fram úr, þú voru að vera, það er svo ómikið að beygkölum eftir. Það er að nálgast það mikið að hann getur farið að setja pressa á hann, sko. Hann er búin að éta upp núna 0,3 ár bara á þessum beinakafla og verður sennilega komin í 4 þegar að fara að lyfta bensinkjöfinu. Já, þetta er komið undir hálfa sekúndu núna. Þannig að nú er pressan komin. Það er oft það sem að þarf bara að komast í pressufæri. Af því að það er vissulega erfiðar að keyra horfandi í baksveginum. Hann gerði líka, Þorsteinn tók hann fór af bensinkjöfinni í beygju sem þarf ekki að fara bensinkjöfinni og Kári fór alveg í skottið á honum. Þetta er líka, þú veist líka, að taka þessar beygjur á þessum hraða í kjölsvæginu er martröð. Já, það þarf að gera ráð fyrir loftflæðinu frá hinubílum, dörftíðinu sem kalla. Og ef þú ert of nálægt, þá sérðu líka heldur ekki neitt. Það er betra að vera 0,45 fyrir aftan næsta bíl heldur en 0,2. Því að það er bara að skyggja svo mikið útsýn, þú sérðu ekki beygjunum. Það er svolítið eins og þegar maður er að, vill alltaf að fara að taka fram úr út á þjóðvegi, sko. Ef þú fer bara í skotti á bílnum og kemst ekki strax fram úr, þá er rosalega erfitt að taka fram úr. Já, ef þú hefur hann svolítið í fjarlægð, þá getur þú spottað opportunity og bara skotist fram úr eins og ekkert segja. Algjörlega. Það er eins og ég meina núna á þessu beyginköflum, sko. Það gagnast Kára geta að vera eitthvað nær heldur 0,3, 0,45. Hann bara má, sko, það er krúsjál að vera í skottinu fyrir langakaflann. Það er eina skipti máli. Náttúrulega alls ekki missa fram úr sér úr kjölsvæginu, en ekkert endilega vera flýtar að vera of nálægt heldur. Það bitnar bara á þér í næstu beygju. Það er að gera sem að nú er halda sig í slittfæri. Hún er að nálgast Kleini Karasel, hún er alveg að koma núna. Langur kaflinn allt í botni í 7. gír. Og líka hægri beygjan sem kemur eftir Kleini Karasel, hún er mjög mikilvæg að hún er svolítið bumpy innanverðu og hún er hættuleg. Hún er líka sleip. Hún er hættuleg, ég gerði mistök á henni í gær og snýri bílnum. Mikið hættuleg en fyrir Karasel, en hún er sleip, sko. Ef þú hittir ekki á réttan sentimeter, þá getur þú leikandi runnið út, sko. Svo við nú faraðar Kleini Karasel og beygjan sem við erum að tala um næsta hægri beygja. Já, Kári er í slipinum. Nú getur þetta orðið spennandi. Hún er löng. Og svo er það var líka rétt að högti. Nei, sko, sérðu. Hann er með. Já, ok. Hann er að halda þessu, hann náði þessu í slipinu. Nú getur orðið spennandi augnablik framöndan. Algjörlega, mér finnst tímasendingin vera þokkalega góð. Já, hún er nefnilega upplögð. Hann var ekki of nálægt þegar hann var náð fram úr á réttum stað. Já, og sérðu þetta? Já, hann var of nálægt honum. Beautiful. Nei, þetta er bara perfect. Já, geggjað. Akkurat áður fór upp á heiðina, gat ekki betra. Hann fara hann innri lein þarna í beygjunni. Akkurat, nei.
Herru, Rétt hafist. og núna bensínið. Kári með betra bensín, þeir eru báðir að fara að pitta. Kári með betra bensín, hann verður, það skemmri tíma að fylla á. Já. Allt þetta við og Bentíni pitt og Þorsteinn líka, hann og hann heldur áfram. Kári kemur betur út af þessu því að hann þarf minna bensín. En ég veit hvað sé 14 hringir. Það enginn búinn að tjá sig þetta í tjattinu. Ég held að þetta séu 14 hringir. Gæti verið, já, ég held séu 14 hringir. Ég bara fór ekki að fara með það. Það 26 mínútur eftir. It's racing, everything is possible, man. 24. Þetta yndislegt. Það renna hérna þessi við listum. Þetta 4 hringir, það 4 hringir eftir. Ég ætla að leiða mér að halda það þannig að annar kemur ljós. Það 14 hringir í hildina. Herðu. Og sér það. Það dottinn úr öðru seti. Sérðu, Kári, hvað greitt á sig? Davíð Rúnar komin í annað seti. Diego dottinn í 4. setið. Þeir all. Hann nýbúinn að fara í pittin og skipti yfir á medi. Hann á fullum bíl, alltaf hann hefði skemmt bílinn og farið í pitt snemma eða? Og hann Diego þá að gera mistök að fylla bílinn sinn. Ef þetta 14 hringir. Já. Ef þetta 14, kannski þetta 15, ég bara ekki með þetta alveg á hreinu, það verður bara fórhundilegt að sjá. Ef þetta 15. Fer inn í pitt á 11. hring. Þeir eru á 12. Og hann rúmur í mínútu fyrir aftan hann. Þetta 8-3 sinum 8-24. Þetta bara 14. Diego gerir mistökum að setja of mikið af bensinni. Hann átti bara að setja fyrir 3 hringi. Held ég núna. Ég ætla ekki að vera með ofstóra yfirlýsingar, en ég held það. Og einhverju spjallinu getur staðfest eitthvað af þessum kenningum hérna eða frætt okkur. Þetta var alveg fram hjá mér og ég að lesa út fyrir hvað geti hafa gerst, en ég myndi giska á það að Diego hefði keyrt út af og hann var að sanna pit strategy og Hannes. Og nú hann nýbúinn að fara með pitt og fara á medium. Ekki nema hann hafi bara ákveðið að fara á medium og keyra restina út á medium og taka fleiri hringi á medium heldur en Hannes. En Hannes það verið í 40 sekúndur. Hannes tekur. Hann var í 30 sekúndum meira en það sko. Hannes tekur 4-4-4, hann tekur og 3. Hann tekur 4-4-4, 12-3. Nei, þetta já, ég ekki átt að má þessu. Þetta bara eitthvað vitleys hjá mér. Hann byrja á hörðum. Svo fer hann aftur að harða, 8 inn. Hann hefði átt að fara inn til þess að fá 3 hringi á medium, en hann kannski bara hann ætla bara að vinna þetta á hörðum. Hann ætla bara ekki svona að nota medium. Ég held að hann, Hann verður að nota medium. Já. Skiptir það máli? Þarf hann að keppa? Það ekki hægt að ná honum. Ég held að það gæti verið bara svona smá yfirlýsing hjá honum að hann ætla bara að vinna þetta bara á hörðum. Og hann alveg sama þó að þetta verið disqualified því að hann búinn að vinna þetta. Já, hugsanlega, þetta spurning. Erum við að taka 14 og 15 hringi? Akkurat, reyndar. Ég veit það ekki alveg fyrir víst. En það væri svolítið svona yfirlýsing að taka þetta bara á hörðum. Það eru rúmar 20 mínútur eftir að þessum 2 tíma kapastri. Það hefur verið að setjast í skjáinn þá eru það að horfa á síðustu umferð í Íslandsmótinu í Gran Turismo í Tier 1, efsta deildin. Hannes að leiða hérna og við erum á norðurslóð. Hérna Kári, hann að berjast við hérna Hondu 2000, hann að berjast við hans að dimma og hann á medium og dimm á hörðum. Dimm búinn með sitt medium stið. Þannig ég til að Kári, þetta nú bara, hvað segir maður, þetta auðveld bráð fyrir Kára. Kári mjög líklegur at the moment. Já, þetta á bara að vera, þetta bara þess að drekka vatn sko. Þú nærði ekkert að halda aftur að mjúku dekki með út á hörðum. Tel ég. Ástralarinn myndi segja, he's on the hunt.
Ástallar og Ingi Þór frá Akureyri. Yeah, man, I got me budgie smugglers on. Það sundskýla á ástæðsku. En já. Og ég ætla að leyfa mér ég ætla að standa við þetta sem ég sýndist vera að gerjast hérna fyrir kvöld að Jón Ægir er að sigla öðru sætinu heim mjög vel á frábæri keyrslu og frábæri strategíu. Þetta er alveg þetta er náttúrulega þetta er svo mikill óvæntur vingill sem enginn annar er búinn að sjá nema bíkómennir og Dimmi væri náttúrulega eflaust mikið framar ef hann bara haldið sig á malbygginu því að þessi strategi er að skila Jón Ægi. Við horfum á tímanast, hann er á 8.17, 8.20, 26. Horfum á Davíð Rúnar mikið betri tíma en Jón Ægir að því hann næri að gera þetta svona sniðugt með því að spara bensínið, spara dekkin, spara sér pitstop og þar alveg er hann að sigla heim öðru sætinu. Þetta er alveg bara brjálusnild. Mér finnst þetta alveg þetta er stór plús í kladdan að hafa komið upp með svona strategi sem enginn annar sér. Bara mér finnst það driver of the day, ég veit ekki, þetta er team of the day. Þetta er team of the day, það er bara engin spurning, Bíkó og lið, þetta er team of the day. Þetta er mjög áhugavert, það er alveg hörku bara það inn í gangi, 5. sætið. 5. sætið, fyrir þangað, kíkjum á það. Já, Kári ég er búinn að spá þessu að Kári tekur hann núna bara mjög fljótlega, hann tekur hann væntanlega á streitinu. Það styttist í það, já. Dimmi gerir mistök, Kári fram á. Dimmi því miður, hann ætla að sé ekki bara að fagna því að veturinn sé búinn. Já, Kári hélt gríðinni pressa á hann, hann bara að keyra alveg heil lengi innan slysturinn færis sem er bara cirka hálf sekúnda. Þetta er bara svo ólíkt honum Dimma, ég held að. Já, hann hefur alveg nokkur sinnum slætað á slöfinni. Já, er það? Já. Við vorum að berjast hérna í fyrra, ég og Dimmi mikið og mér að enda að hann hefði slætað út af. Já. Gett smá viðbjörg, svona viðbæði sér á grassi en ekkert stórvægilegt, en nú til þess að bara þann hvarf. Já, þetta er svona Akkilles að hæla, kannski er þetta Akkilles að stemma. Hugsanlega, eins og við, það er slaufan þegar misandi menn, sumir elskar hann að lifa fyrir hana, aðrir ræðast hana fyrir það einasta kemdist í kapil. Hvernig væri nú að fara að hætta þessu með hérna Akkilles og segja bara þetta er ökklinn hans hvað heit hann? Baldurs, ekki ökklins Baldurs. You lost me at ökklin. Það er ekki ökklin, það er ekki eini viðkominn bletturinn á honum hérna. Þetta er mistiltinn hans Baldurs. Það er ekki Baldur sem ekki draf nema mistiltinn í góða fræðinni. Já, ég er bara nú heilin á mér frís við fyrir að spila með góða fræði hérna við kaffastri. Já. Ég segi bara jú. Einmitt. Davíð er komin í pitt og þá er Jón Ægir komin upp. Það er akkurat eins og ég er búinn að vera að spá. En núna er þetta Diego. Nú er Diego byrjar að pressa á. Diego er búinn að pitta. Jón Ægir. Nú er Diego á medium stint og Jón Ægir að hörðu. Núna verður þetta er bara, það er 1,5 hringur eftir, 2 hringir eftir, ég ætlaði bara að gefa mér þessi 14 hringir, þannig að alveg kemur ljós. Það var eiginlega ætti að stemma. Núna er bara pjúra kappakstur annarsætið á milli Diego og Jón Ægis. Nú er það Diego og Diego er á mjúkum og Jón Ægir á hörðum, þannig að nú kemur ljós hversu góð þessi strategía var. Þetta, núna held ég að verði eins og voru að tala ekki í byrjun, það er svo margt sem ættir að spilast út með strategíunar sem kemur ekki ljós fyrir síðust 2 hringjanum og núna er bara 5 sekúndur á milli, 5,8, það er ekkert svo mikið, þú ert að tala hörð versus mjúk dekk, medium versus hörð, það er ekki með mjúk. Diego að setja hraðasta sektor. Já, ég held að sé mikið baráttunum í uppsiglingu annarsæti. Þetta er það er eitt að vera hraðari og ná ökumanni, það er annað að fara fram úr og
Nú að koma inn á norðurslaufuna og ef hann nær honum þá þarf hann að tímasetja þetta rétt. Diego líklega á öðru hring. Hann var ekki kompið, maður sjá. Já, hann að byrja annar hring. Þannig að hugsanlega hann hefur eiginlega þennan hring því þau byrja að slitna hressilega á þriðja hring. Hann verður svolítið að gera vel með þessum hring. Þetta svolítið hringurinn hans til þess að ná Jóni. Það bara þannig. Og núna þarf hugsanlega Jón ekki lengur að spara. Hvað segirðu? Ég sagði ég þarf að fara með hundi minn hérna út fyrir. Já, bara ekki málið. Breiðu frá. Kári gerði hann einhver mistök? Já, nei, býttu að sjá. Já, Kári hefur gert mistök. Hann var í 5. sæti. Kári nú kom 17 sekúndum fyrir aftan Þorstein. Hann tók 8.46 í outlapp sem ekki eðlilegt. Þetta var false alert. Já, Kári hefur gert mistök. Kári kom inn í 7. sæti. Sáum það ekki, við mistum að því. Hann gert mikið mistök því að hann var komin vel á undan Þorsteini og nú 17 sekúndum. Það líklega of mikið bil á 2 hringjum. Það bara þannig, því miður fyrir Kára. Mistökin dýrkeypt þessari braut. En nú vil ég aðeins fylgjast með Diego og Jón Ægi því að nú hann búinn að ná sekúndu á honum, það 5,5 áður í skipti yfir að Kára og nú sjáum við það. Sjáum það kemur nú ljós, það gaf að fylgjast með því hversu mikið Diego nær að draga á Jón Ægi. Því að mjúku dekkin, þau góð í 2 hringi. Og þriðja hring, svona 2,5 hring mjúku dekkin góð, eða medium dekkin. Svo fara þau fljótt að landi. Þannig að núna lag fyrir hann verður svolítið að saxa á hann. Hann verður að gera það. Það stutt núna glugginn. Dekkin búin með sitt besta skeið. Já, núna glugginn og sér það. Við erum bara að tala saman þetta. Þá búin að fara 0,3 niður. Og þeir að fara, það langur beigjukafli eftir, ef hann sterkara exiti, þá, þarna það munar öllu, það það sem mjúkudekkin, mítudekkin gera, það að ná betri exiti, hann betri endarhraða. Hann hugsanlega að setja hraðasti hringinn, nú þetta hraðasti hring á Hannes, 8.13. Og hann bara, nú komið 3,6, þetta fljótt að gerast. Já, hann á alveg fleygifæð hérna, hann að íta þetta ekki vel. Ég svona, ætla að óska eftir að Diego svolítið dragi á Jón Ægi, þó ég búinn að hrifna Jón Ægi í kvöld, þannig að hann með þessa fallegu strategíu, þá vill ég fá smá baráttu hérna fyrir myndavélarnar, fyrir áraunduna heima. Það að bæta, eins og staðan núna, það sem hann að keyra í brautinni, hann að bæta hraðasta hring rúmlega 2 sekúndur. Það hrikalega vel gert. Við fylgjast með næsta tímatökusvæði. Ef það 4,8 þá hann á hraðasta hring þá. Ég ætla að leggja pening undir það að Hannes fara á medium-dekki sín, tóma tank og rústi hraðasta hring. Ég spái því, kemur ljós. Hannes á medium-dekkinu núna. Hannes komin yfir medium-dekkin? Já. Já, það ákveð ég bara var að segja. Já. Hann fór í pitt. Og með lítið bensín og núna setur hann, hann ætlar að slátra hraðasta hring. Ég ætla að spá því. Já, hann gæti bara vel farið þannig. Hann að eiga gott mót hérna, Hannes. Ég held að hann vilji klára að loka mótið á hraðast, á fyrstur, hann verður á pól og hraðasta hring. Það eitthvað sem segir mig það. Það að gera góða hluti, það að managea þetta situation. Diego ekki að draga meira á hann. Það ekki búið að vinka neitt rosalega mikið núna. Nei, það bara alltaf 3,5 núna að hann að kabla og það stutt í að beigjukaflanir klárist. Algjörlega. Nei, nú kannski hring var hann að tapa basically 2 sekúndum hugsanlega. Og sér líka hvað medium-dekkin hjá honum Diego á framann. Vinstra og hægra dekki á framann, þau byrjað að vera ansi
ansi döpur þannig að það bara þetta gerist svo hratt og þegar ég segi, búin að segja margítrekka þegar mediumdekkin byrja að gefa sig þá einhvern veginn þau gefa sig svo hratt nú eitthvað komið til þessu kössi gangi því að akkurat þegar við erum að tala þetta þá dregur hann á 0,6 0,7 þetta fljótt að gera vist Diego að bæta hraðasta hring 2,7 sekundur hann að fara í 8.11 eitthvað já, geti farið svoleiðis og hann orðinn sjáanlegur hann já, 2,7 2,6 já, það gefur manni býrin undir báða vængi að sjá mótherjan sko það alveg ekstra hann mun berjast til enda en hann í góðum málum núna ekki með í drafti þannig að geti verið að við séum að fara þetta að verða sennilega 15 hringir Hannes hann ætti að fá last lap hann var að fara yfir núna hann ætti að fá last lap ef það síðusti hringur það eru 15 hann að klára hring í viðbót já, það eru 15 tætt var það muna hérna 2 mínútum en þá það ok, þá geti reyndar nei, þá Jón ennþá betur mál þá Jón búinn að taka þetta og þá Jón búinn að taka þetta en hann alveg þannig að þetta þá skeiða að dekkin fara ekki að hjálpa honum já, það skeiða, Jón Diego næri ekkert að keyra 4 hringi á medium og veist, ekki þannig hann fara að ógna Jóna í sko hann þarf að fara hann er ekki fuel-sefa endilega en hann þarf að fara mjög hægt en beigunar segjum dekkina sem núna hringir eftir akkurat núna og það 2 sekundur veitlega en eins og segið þegar það verður að rosalega slöpp eftir 2 hringi 2 hringi sko, ég vorkenni að taka þennan hring alveg að taka 2 hringi hann er að gera gott verðursu hann er að setja fjólubláa sektora hérna hægri vinstri já, hann gerir glæsilega hraðasta hring virkilega vel gert hjá honum, ég ætla ekki að taka það af honum en sko það er bara svo mikið eftir það er bara vandamáli okkur núna sko það eru 15 mínútur eftir já, komlega það já og því en það á eftir að býta Diego svolítið held ég sko og mér sé að Davíð Rúnar hvernig er hann Davíð Rúnar, ég ætla að spá því að Davíð Rúnar er komin inn í aftur hann mun ná honum Diego ég ætla að spá því það er líka hættið í að hann eyði dekkjum þeim hraðar leið og að vera að berjast þannig að og það getur verið að gerast á sama tíma og dekkin að missa grip þannig að eini séns við Diego er að komast fram úr ég ætla að segja að Diego þarf mistökur Jónægi nú eru búinir með GP hann að pakka hann nú eru farin inn á gömlu slöfuna það sem ekki hægt að taka fram úr þannig að þetta eru mjög erfitt og þetta spænur dekkjanum þessi kapli en maður veit aldrei það er margt óvænt búin að gerast og eftir að gera þetta sannlega en þetta verður það er sannlega bara fyrstu 3 sem að fara 15 hringi restin fer sannlega 14 ég horfi á rauðu strikin hjá Diego og dekkjanum sko fara neðar og neðar þetta verður mjög erfitt þegar þau fara upp hæðina fara í efri brekkunar í zigzaginn þar Ersin þar, það verður mjög erfitt hann næri hugsanlega að halda sér sérðu að hann byrjað að draga á hann það er alveg við búið hann komast fram úr, er erfitt ef hann tekst það gæti líka verið X-faktor en hvernig á hann að halda þetta út það hjálpar Ingi, hvernig á hann að halda þetta út í 2 hringi þetta er ég er ekki að sjá að gera sko en hann er alltaf vanur að keyra á vel slitnum döttum með Diego hann er líklega reynslumestu maðurinn í slitnum dekkjum og öllum í týrinum hann er að refsa allir verulega fyrir hérni og það er líka komið fyrir hann er með hraðan það er alveg ljóst alveg ljóst og hann hefur sýnt í mörgum keppnum í vetur hann er mjög góður ökumaður það er eitthvað með stillíkuna bílnum eða eitthvað því að dekkin er að brenna óeðlilega hratt að mínum mati já, hann er hugsanlega bara ungur og aggressífur
þú veist. Já, stillingaradri. Það list að tóna aggressívnessi niður án þess að hægja sér. En keyra samt mikra, það viss list og þú veist, sumir læra aldrei og sumir... Hann er með bílinn alltaf á hastan. Hann er með stillan alltaf á hastan. Það er ekki að kvísla dekkin til, byrjuði bara Hannes. Ég varst að láta ykkur frá leyndamálinu. Það er að ræða þetta í sumarmánuðina þegar leyndamálum á uppljóstra, mennum vil ekki ræða neitt í setup meðan mótinu stendur. Ég rekna með því að hann hafi bílinn sinn alltaf á hastan. Já, það getur verið. Þetta getur uppsetningaratriði sem að eyða dekkjum. Já. Það er þetta er... Allt sem spilar inn í, bara, þú veist, hvernig einstilling eða kamperinn og þú veist, allt frá... Ómikið tó, það var bara... Sjáu þetta, nú er pressan komin, hann er farin að gera sér sýnilegan, farin að kíkja í röxlina á Jón Ægir. Já, og nú kemur einmitt langur kafli og hann þarf að ná betra exiti. Þetta heitir samt Nicky Lauda-beygjan. Ég held nefnilega að þessi beygjan sem við taka núna heitir Nicky Lauda-beygjan. Það getur alveg passað sko. Já, þess vegna held ég að slís hefði verið þar sko. En það er, þú leiðirti mig það er hann í upphafi lýsingarinnar. Ég held að það var nefnt það út af slísinu sko. Já. Það er bara hann í þjóðveri. Já, þetta er ekki brennimerktur staðar honum. Nei. Á þann skilning. Stand corrected. Braut vissulega kostaði hann titilinn. Þarna þessi beygja sem kemur núna á ekki að bara smá let off núna. Já, hann gerir þetta svo vel maður. Og svo þessi alveg full throttle. Ekki neitt let off. Já, hann fyrir að gera let off. En það var óþarfi. Þá dregur hann á. Hann er að það sé ekki bara bíða eftir komast á beinakamlan og... Já, hann þarf að þrauka í afturrendan og þangað til að beinakamlan kemur. En svo er bara spurning hvernig síðasti hringurinn verður. Þetta verður mjög erfitt. Sko, dekkin eru farin að vera það slitin hjá honum að það er riski að taka riski move, þeim meira. Já, þess vegna ég er ekki, Davíð Rúnar, ég var að spá honum ekki ná honum Diego. Það byggist alltaf algjörlega á hvernig dekkin eru hjá honum Diego. 20 sekúndum rúmum fyrir aftan. 20 sekúndum, já það er kannski ekki verið að gera sko, en þetta geti kostað Diego svo mikið. Já, það býður upp á mistök sko, það er helst þannig að hann verður svo sleipur bíllinn að hann áttur að renna út í grassi. Ég vona það ekki, Diego vegna. Ég er bara svolítið hræddur fyrir hans hönd sko. En hann er að halda sig í slífnu, þetta er að koma mér talsvert óvart hvað hann er að ná að vera þéttur. En nú er mjög stutt í minna karusselli hið minna. Já. Og ef hann er að halda sig í slífnu, þeir eru á eins bílum, þeir eru báður að Datsun og þá sko ef eitthvað er að marka þá ætti Diego að vera hraðari því að hann er kannski að fórna endarhraða eða fórna beygjurhraða fyrir endarhraða. Kannski það líka ástæðan fyrir hann sé að brenna svo mikið dekk hjá honum. Hann er ekki með eins mikið downforce. Það vera bensín á Diego en ekki hann segir hann að vera mjög slitinn. Ég trúi ekki að vera hann að dekja forskotið fara að snúast Jón Ægir yfir cirka bát. Hann er alveg með þetta, Diego er það er kannski núna komin til góðs að hafa brent svo mikið dekkjum í fyrir reisum. Hann kann kannski bara einna best að keyra á stillum dekkjum á öllum í deildinni. Hugsanlega. Það er bara, það er raunveru fáránlegt. Hann kom með síðustu löngu beina og hann er að tímasetja. Það er hann að tímasetja þegar Jón Ægir náði geðveiku exiti en það mun snúast við það þegar hann er innan skipsins. Nei, hann náði mikið betur exiti en Diego. Hann er farin fram úr. Þetta gerði snögt. Já, hann náði lélu exiti hann Jón Ægir. Lyfti Jón Ægir til að drafta hann. Það gæti verið ef hann hefur verið mjög sniður. Það hlýtur að vera. Þetta gerðist snögt. Ég er bara... Já, hann er búin að taka fram hann aftur. What the... Þetta var mjög flott hjá Jón Ægir. Hann gerði þetta viljandi. Jón Ægir lyfti. Hann gerði þetta viljandi. Hann gerði þetta viljandi. Fucking stæðing, sorry tungumálum mitt en... Þetta er... Það var alveg hálf sekúnd á milli þeirra og svo bara allt í hennu var hann komið fram úr.
Já, það Ég að segja að hann hefur ég tek undir með þér, þetta var viljandi. Vá! Þetta var move of the day. Nú er það síðasta hring. Þetta var move of the day. Þetta er on. Þetta var rosalega, þetta var klálega move of the day, sko. Algjörlega, þetta var fáránlega vel gert, sko. Vá. Þetta var fáránlega vel gert. Við erum að fá þetta staðfest. Move of the day, allan daginn. Þetta er bara move of the year, ef Hann komið með sérst með, hann tímurlega með strategi. Þetta er rosalegt ef þetta er það sem gerðist. Já, og hann er með strategíu dagsins. Vá. Hann er með strategíu dagsins og þetta var einu strategíu move líka, sko. Þetta var doppult strategíu dagsins, sko. Hann hleypti honum fram úr viljandi til að vera sá sem tekur fram úr í lokin. Þetta er náttúrulega bara þessi bíkómenn, þeir kunna reikna þetta út til enda betur en ég. Já, Jónæður er bara búinn að vera eins og konfettkassi þessa keppni. Maður veit aldrei hvað móla maður færi. Þetta er alveg frábært, sko. Alveg bara Hvernig er mjög svo. Hvernig er hann Diego? Sem heitir nú réttu nafni, ekki Diego, hann heitir enda Diego, hann heitir Ævar Valur Diego og væntanlega Hjartarson. Hann er, sko ég ætla bara að segja, hann er ótrúlega fær að keyra á dekkjum sinni. Þetta er alveg ótrúlegt, sko, hann á líka mikið hrós skilið að halda sér í skottinu á Jónægi á með dekkjum eins og þið eru, síðasta hring. Það er, sko, það má ekki hringur eftir og við erum að horfa á wow, Jónæði gerir smá mistök. Herðu, hann er sko, ekki nóg með það, hann er að halda sér algjörlega í skottin á hann. Þetta er bara ruglakstur hjá þetta er bara rugl. Þetta er bara báðum, sko. Já. Þetta er alveg Já, Ævar er að bara, þetta er stórkostlegur akstur. Þetta er, sko, ef hann er að halda þessu út, þá er þetta, sko, stórkostlegt afrek, sko. Þetta er, og horfðu á dekkin. Ingi, horfðu á dekkin. 6 sem að ná að fara 15 hringi, restin þetta er bara, þetta er ótrúlegt. Já, þetta er ótrúlegt. Dekkina sér náttúrulega alveg farin á þessu tímapunkti. Þetta er bara búið, þetta er bara búið, þetta er farið, þetta er nýtt líf. Það sem þekkja. Já, þetta er rosalegt. Þetta er bara... Við horfum á rosalegt move hérna, bara rétt á það. Þetta var rosalegt. Rosalegt. Strategían, þetta er balls. Ég ætla að hleypa hann fram úr, af því ég tek fram hann aftur. Þetta er balls. Grandi cojones. Já, algjörlega. Þú efos. Mamma mía. Herri, já. Bara örsnögt hérna. Ok, það er hvergi annar staðar. Þetta er náttúrulega búin að vera bara konfekt. Við erum búin að halda okkur við þetta núna held ég 2-3 hringi. Það er náttúrulega hvergi annar staðar búin að vera svona spenna. Hann er bara liggur í stöðunum á honum. Wow, sorry. Já, ekkert sorry neitt. Þetta er bara rosalegt. Þetta er bara að gerast hérna. Þeir eru bara eins og tengivagnar aftanlega. Það er ekkert bil á milli þeirra. Þetta er rosalegt. Þetta er eitthvað... Herri, þetta er komið svo óvart. Ég var að spá því að Diego myndi bara falla niður, hann sæti jafnvel. Það er sko heldur betur búin að sanna mig, sko, bara eru sem rugludall í því. En sko, þetta er magnað, sjá þetta, þeir eru búin að keyra í 2 tíma. Þeir eru búin að keyra í 2 tíma, Ingi. Og þeir eru... Ég veit þeir eru búin að vera... Það sé ekki, sko, það er... Já, eins og segir, það er kúlan á milli. 44 sekundum undan og hann verður bara að fyrirgefa okkur að fá ekki meiri í sjónvarpstíma en það er voru lítið barátta í kringum hann þessa dagana. Það er ekki hægt að taka gerast. Nei. Hann gerir ekki mistök. Þetta er bara dekkið maður. Og hann er með feiljur. Það er að fara eftir allt saman þá er þetta að fara að rætast sem spáði. Davíð Rúnar tekur 3. sæti. Hann geti bara verið þannig, hann er 30 sekundum fyrir aftan Diego. Það kostaði mínútu hérna hann Skeiri lenti í þessu, Ásgeir hann lenti, það kostaði mínútu þá var enda ekki alveg, hann var fyrr á brautinni en það var mínúta. Þetta eru 16 sekundur núna. Jóna er að landa öðru sætinu. Kjæður árangur. Já. Og rosalegt move. Geggja mót hjá Diego líka. Og hann var óöfinn, hann gerir mistök.
Hann er alltaf að vera golden boy hérna í kvöld. Alveg bara á þessa keppni skuldlaust, þannig að þetta tímabil skuldlaust. Algjörlega. Og hefur það mjög... Stórkostlegur ökumaður. Stórkostlegur season. Við ættum kannski að setja mynd á hann þar sem hann hefur fengið lítið heldur betur, hann á það skili. Og baráttur eru úti. Hann á það skili. Þannig að ég held að maður eiga Hannes að eiga síðasta hringinn og njóta þess að sjá Golden Boy keyra hérna The Green Hell, eins og Jackie Stewart kallaði staðinn. Hann vel að þessu kominn. Gullgæsin. Ég svolítið aðeins að sjá, sérðu það, komin í 5 sekúndur. Davíð Rúnar tekur. Það sé chattið með hérna ökumann dagsins. Ég kann ekki gera svona poll. Nei, það er ekki boðið sko, það er bara út af því að við erum við nýjar aðstæður og það er ekki hægt, einfallega. Já, þið bara segið hérna, skrifið nafnið á ökumannum sem er ökumann dagsins og við tilkynnum það hér eftir 5 mínútur. Það er víst einn líka, sjá. 5 mínútur. Herðu, sjáðu, við gleymum að minnast á það að auðvitað, alveg svo ég sagði til Hannes neldi fastest lap, bætti hann 3 sekúndur. Alveg svo ég spáði. Hann bara geymdi þetta, hann ætlaði að taka þetta, hann tók pól á kóli, startaði fremstur, endaði fremstur og með hraðastar hring. Það er það sem hann vildi gera. Viðeigandi, enda verðugur Íslandsmeistari 2022 fyrstdeildar GTS á Íslandi í síðasta skipti. Það mun engin annan, hann mun aldrei vera sleginn út. Ekki sem GT sportmeistari. Já. Það var GT7 Íslandsmeistari. Það er ekki GTS. Næsta haust. Ekki kringdur, stortum því tímabili næsta haust. Þannig að allir áhugaðir að hann verður síðasti Íslandsmeistarinn í GTS. Verður því Íslandsmeistari til döðdags. En þið finnum okkur á Facebook undir Gran Turismo samfélagið og það er komið sumarfrí eftir þessa keppni en í haust þá byrja ný tímabil í Tier 1, Tier 2 og Tier 3 þannig að ef þú ert byrjandi á fyrir Tier 3 ef þú vilt komast í Tier 2 eða Tier 1 þá þarf það skráði í tímatökur. Þannig að kemur gullgæsin. Sakna bara Evu, vona hún sé að horfa, það vantaði bara Evu hérna í kvöldi sem gefa honum Hannes í einhverju keppni. Já, kveðja á Jón Valdimars og... Kæri kveðja til allar þeirra sem vantaði hérna í kvöld. Þakka fyrir vetur með það. En nú sjáum við hérna, ég ætla að segja strategið með dagsins. Þetta var geggjað. Þessi strategið hjá þeim að taka 5 hringi á hörðum, 4 hringi á mjúkum, það hefði engum höfðum dottið í hug. Þetta er að sigla Jóna í örugt annað sæti. Ok, örugt. Diego var á nippinu, hann keyrði rosalega vel á ónýtu dekkjum. En sko, hversu oft horfur á hleypa einhverjum fram úr til að taka það fram úr? Bara, það er mjög sjálfséð og það er bara maðurinn á rosalega mikið hróskilið fyrir þetta. Það var stórkostleg skemmtun sem Jón Ægir bauð okkur upp í dag. Þarna er hann skilnett. Hann vildi skilja eftir smá á malbygginu á dekkjónum. Davíð Rúnar kemur í 3. sæti. Davíð Rúnar, hann tekur náttúrulega sjálfsögðu fram úr Diego, því miður fyrir Diego. Hann átti stórkostlega keppni en hann tók smá áhættu. Hann á 4. sætinu en misti klárlega 3. sætið. Þetta er náttúrulega líka erfitt að vita fyrirfram. Ég meina þegar menn þurfa að keyra í 2 tíma. Ég voru þetta 14-15 hringi sem menn þurfti að búa til strategíu fyrir. Þetta var rosalega... Og hérna kemur Diego, finn til með honum. Hann keyrði alveg gríðarlega vel í kvöld. Gríðarlega vel. Mikið hróskilið. Róbert segir Jón Ægir fær mitt atkvæði fyrir skemmtanagildið. Hannes hefði þetta alltaf geggjaður. Já. Sjáum tekur... Dagsgræður segir Herra Bíkó. Endilega setja fleiri þeir sem eru að horfa, við sjáum það eru fleiri áhorfendur og endilega setja ykkar atkvæði inn. Hver... Það var Jón Ægir mitt atkvæði, hann er komið með 3-0 eins og staðan er. Þorsteinn, 5. sæti. Og Dimmi tekur 7. sæti. Já, hann var óheppinn, skemmti bílinn snemmi í keppninni og þurfti að fara
aukalega inn í pitstop. Já. Hann keyrir í sæti, þannig að það vel gert. Býr maður ekki sér til eigin heppni í kappakstrinum? Þetta Jú. mér náttúrulega hörku ökumaður, hann hefur verið bara eitthvað óheppinn. Þetta, sko, fyrsti hringur, það ein beygja með dekki út í grasið og þá bara dansinn búinn, sko. Þetta getur svo dýrt, sko. Sjáu hvað hann fallegu gullu búning, Hannes. Já, þetta glæsilegt hjá honum. Ég held ekki staðfest það bara að Jón Ægir kosin driver of the day fyrir að vera með gríðarlega skemmtana gildi fyrir okkur hérna í útsendingunni. Hvert þitt atkvæði, Ingi? Driver of the day líka, sigurverðinu. Jón Ægir driver of the day, já, ég ætla að gefa Jón Ægir driver of the day líka. Hann tek undir það með þér því að Hannes búinn að vera áskrifandi af þessu og svona sem skemmtana gildi, þá fær Jón Ægir mitt atkvæði einnig. Og þetta var Geggjukeppni. Og skemmtileg og það ekki nema 20 mínútur í sumar. Akkurat, ekki allir með tilbúinir með rakettunar, það ekki að skjóta upp á meðnætti. Allir bara beint í tölvuna í GT7 að byrja að æfa fyrir næsta sísón. Það ekki bara rakettur? Ekki gamlárskvöld? Einhvern tímann, klálega. En þetta búin að vera frábært hérna í kvöld. Þetta var sko, þessi braut býður upp á svo mikla skemmtun. Þetta var tier 3, þessar þriðadeildin, öðrudeildin og núna í kvöld. Það búin að vera mikið drama og mikið skemmtunargildi sem þessi braut býður upp á. Og það er svo löng þá líka strategían, hún skiptir miklu máli. Algjörlega. Og það var... bara... Já, það var gott hjá okkur hér bara. Diego, ég ætla að nefna það. Diego fær líka allan eitthvað hér og ég segi það er líka verðskuldað. Diego keyrði alveg gríðarlega vel og mikið hrós skilur fyrir sinn akstur í kvöld og eins og allir sem tókuðu þátt. Ef ekki bara þakka öllum ökumönnum og áhorfendum fyrir áhorfið og samveruna. Klálega. Takk kærlega fyrir mig í kvöld og bara sjáumst að heyrumst á næsta sísoni. Takk sömuleiðis, Ingi, og hafa gott í sumar og hlakka til að sjá þig á æfingabrautinni og sem flesta, hvet alla til þess að vera að koma sér upp búnaði og aðstöðu og byrja að æfa sig. Það er opið tryout fyrir alla. Það er raunveru bara tekin sem sagt keppni á hverju ári sem raðar niður í deildir. Ef þú hefur áhuga og búin að hefa þig einn í þínu húsi og langar að pröfa að máta þig við aðra, þá eru allir velkomnir og allir með að spreyta sig. Og að þeim orðum sögðum þá langar mér bara að segja takk fyrir mig líka og takk fyrir áhorfið og hafa öll sem allra best í sumar og sjáumst næsta haust. Takk fyrir mig, góða nótt.